Nú fylgir 50 tommu Samsung sjónvarp í Kauphauka ef þú kaupir Galaxy S25 Ultra eða Galaxy Z Fold 7. Kynntuð málið á samsungmobile.is. Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 12. desember. Í liðinni viku héldum við upp á 2 ára afmælið þáttarins. Við gerum það frá gamla Landsbankahúsinu við Austurstræti. Fengum til okkar góða gesti í þáttinn sem hefur vakið mikla og verðskulda athygli. Svo héldum við veislu kvöldið þar sem við buðum góðum gestum á svæðið. Ekki síst viðmælendum okkar síðustu 2 árin. Fólk sem við höfum notið samvista og samtala við á þessum tíma. Við þökkum fyrir það allt. En nú komin ný vika og hún reyndar að verða liðin og margt hefur borið til tíðinda vettvangi stjórnmálanna hér heima og erlendis. Tók eftir í vikunni að Sigríður Hagalín Björnsdóttir, fréttakona RÚV, hún lýsti því yfir að hún hefði öðlast frelsi loksins þegar hún hefði sagt upp áskriftina Spotify. Með því vildi hún mótmæla þeim smánarlegu greiðslum sem að listamenn njóta frá þessari alþjóðlegu efnisveitu fyrir sitt framlag til menningarinnar. Sigríður Hagalín, hún starfar hjá RÚV sem við skattgreiðendur erum nauðbeygð til að greiða 7 milljarða á ári til. Við fáum ekkert val það hvernig okkar fjármunum varið til þessara stofnunar sem stendur í ýmsu brasi og sumt af því okkur mörgum þvert geð. Hún reyndar líka, sagði Rannís, á fullum listamannalaunum næstu 12 mánuðina og það vel, hún öflugur rithöfundur, en þar fáum við heldur ekkert það að segja hvað frá henni kemur eða hvað okkur finnst þau verk. Það ekki oft sem maður sér jafn augljóslega að fólk sér ekki bjálkan í eigin auga fyrir flísin í auga náungar. Sigríður Hagalín, hún einn af stjórnendur Silfursins og á mánudaginn þá sáum við ansi áhugavert viðtal þar við Heimi Má Pétursson og það lýsir kannski ástandin á RÚV. Þar kom hann þar, einn valdamesti maðurinn í flokki fólksins og þar með stjórnarmeirihlutans á þinginu og hann gasaði þar yfir mann og annan, ekki síst Stefán Pálsson frænda minn sem varaborgarfulltrúi fyrir Vinstri græna. Sigríður Hagalín hafði enga stjórn á Heimi Má, en það situr hann í stjórn RÚV og maður velti fyrir sér í hvers konar samfélagi við búum orðið þegar að þessir stjórnmálapotentátar sitja í stjórn ríkisfjölmiðilsins sem skammtar okkur síðan fréttir og lóa eftir eigin hentuleik og mæta svo í umræðuþætti og fá þar að vaða á súðum svo ekki sé meira sagt. Talandi RÚV, í vikunni var tekin ákvörðun það að Ísland myndi ekki taka þátt í Eurovision á næsta ári. Og af hverju? Jú, það vegna þess að gyðingar munu keppa í þeirri ágætu keppni, Ísraels þjóð. Það þjóð sem hefur staðið í ströngu og átt í ægilegum átökum við Hamas-samtökin á Gazasvæðinu. Það hefur mannfall verið mikið, þó að það sé margt á huldum það vegna þess að alþjóðlegir fjölmiðlar eins og BBC og þetta RÚV líka hafa flutt okkur rangar eða misvísandi fréttir af atburðum þar. Ég spyr á þessum tímapunkti, hvað þarf að gerast til þess að Ríkisútvarpið heimili okkur að taka aftur þátt í þessari keppni? Það einfaldlega þannig að það verði ekki gert á meðan að Ísraelar geri það? Eða þurfa Ísraelar að gera eitthvað hreinna fyrir sínu dyrum þeir hafa nú þegar gert. Það búið að semja frið á Gazasvæðinu. Það búið að sleppa gíslunum, bæði dauðum og lifandi sem Hamas-samtökin höfðu í haldi og nú unnið að því að koma á varanlegum frið á svæðinu. En það virðist ekki duga til. Ísraelar mega ekki verjast hryðjuverkamönnum og þeir mega heldur ekki semja frið. Þeir mega ekki taka þátt í Eurovision. Allt þetta hið undarlegasta og ömurlegasta mál svo ekki sé dýpra í árinni tekið. En af vettvangi stjórnmálanna, Kristrún Frostadóttir, hún hefur farið mikinn í vörn sinni fyrir flokk fólksins, meðal annars í hinnu ótrúlega máli skólameistarans í Borgarholtsskóla. Andrea Sigurðardóttir, sem samstarfskona mín hér á Morgunblaðinu, hún bent á það í frétt í vikunni að Kristrún hefði orðið tvísaga í þinginu. Á öðrum staðnum heldur hún staðreind fram sem að síðan rakin í hennar eigin máli síðar í sömu viku. Það sýnir ykkur hérna klipp úr þinginu sem að staðfesti þetta. Og ég vek athygli á því, virðulegi forseti, að forsætisráðherra hæstvirtur sagði 4. desember. Varðandi það hvort ég hafi verið upplýst hvort að þetta stæði til, þá vissi ég á það á því, en ég sé ekki ástæðu til þess að forsætisráðherra sé að grípa inn í faglega ákvörðun bara vegna mögulegar ásýndar í pólitíkinni. 9. des, segir hæstvirtur forsætisráðherra. Ég hafði enga aðkomu að þessu máli. Ég var ekki upplýst þetta fyrir en að það var búið að tilkynna umræddum aðila þetta. Virðulegi forseti, þetta kallar á svör. Þessi mótsögn
hjá hæstv. Forsætisráðherra, annars vegar 4. des og hins vegar 9. des, því að þetta mál snýst vald, hvernig menn nota vald og hvort að það sé hér á ferðinni að menn sé að misnota vald. Það ljóst að Kristrún Frostadóttir hefur sagt ósatt í þinginu. Við vitum bara ekki hvor sagan sönn og hún þarf auðvitað að gera hreint fyrir sínu dyrum hvað þetta varðar. Þarna sást nú reynda líka glitt í Þórunni Sveinbjarnardóttur sem fór mikil fyrir skemmstu og fór mjög hörðum orðum minnihlutann í þinginu. Við erum að taka það fyrir hér í umræðum fréttir vikunar eftir við Eggert Skúlason og Unni Brá Konráðsdóttur sem nú nota bene einn af fyrrum forsetum Alþingis. Mér langar svo hér rétt áður en við förum í fréttir vikunar og annað efni þáttarins að benda hér á nokkuð áhugaverða frétt sem ég birti í Morgunblaðinu í morgun af leikfélaginu Slembilukku. Það félag greiddi tónlistarmanninum Ingólfi Þórarinssyni ríflega 1 milljón í miskabætur og ógreidda dráttarvexti vegna mál sem hann höfðaði gegn og vann gegn Sindra Þór Sigríðarsyni sem að síðar varð uppvísað fjárdrætti frá Tjarnarbíói. Við upplýsum það á síðu 10 í Morgunblaðinu í dag að það var Haraldur Þorleifsson sem átti kendur við Twitter sem að stóð straum að þessum greiðslum en það fór í gegnum félagið Slembilukku sem var nýtt í þessum fjárdrætti í Tjarnarbíó. Þetta lygilegt mál svo ekki sé dýpra í þeirri árinni tekið. Við ætlum hér á eftir að ræða við Eggert Skúlason og Unni Brá eins og ég nefndi. Þar á eftir ætlum við að ræða við Hildi Björnsdóttur og Einar Þorsteinsson borgarmálin og í lokin við Fannar í Hipsum Haps. En áður en því kemur þá ætlar Ásthildur Hannesdóttir, kollegi minn, að fara yfir pólitíkinni sem hún blasir við okkur á samfélagsmiðlunum. Jólin allstaðar, jáhá, wúhú, jólin sko heldur betur farin að minna á sig og þetta helvítis andskotar stjöfu sem skýta pakkarnir niður á þingi svo sannarlega að komast í hið rétta hátíðarskap. Enda svífur bara jólaandinn svoleiðis yfir vötnum hérna við Austurvöll. Það fenguðu nú svo bersýnilega að sjá í vikunni þegar Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, kallaði vinnuvini sína hérna á þinginu ófögrum orðum, grínilega búin að vera aðeins of mikið í kringum Ingu Sæland. En já, þetta allavega bara gerðist. Ég meina það gera allir mistök og Tóta greið, hún bara tapaði taugakerfinu sínu. Alveg ómöguleg yfir þessu öllu saman, baðst afsökunar en það var víst ekki nóg fyrir þetta helvítis pakkarna í minnihlutanum. Svo bara gerði hún það aftur og komst við í ræðustól og allt þetta. Ég meina, þarf eitthvað að vera að rekja þetta mál eitthvað frekar eða? Leksían bara sú að það eru bárur allstaðar undir borði sko. So bara, yes, watch your language people. Æ, heppnin var bara ekki alveg með Tótu á þessum tímapunkti. Tóta, hún Tóta óheppna. Tóta var bara óheppin, já, hún gerði mistök. Æ. Woohoo! Aggi kjakkarnir fengi í skóinn nema Tóta því að hún var bara eitthvað að manda í móinn. Nei, þó að Tótu hafi aðeins orðið á, þá þrátt fyrir allt alveg blússandi jólastemmari á meðal manna þarna. Alþingi hefur meira að segja útbúið stafrænt vídeódagatal. Í alvörinu öfgakúl, þið kíkið á það á Insta og Facebook við tækifæri, en ekki að segja ykkur frá því. Í atvinnuvegaráðuneytinu ríkir ógeðslega góð jólastemning, Secret Santa-leikur og allt í gangi. Hanna Kata fékk þessa skemmtilegu og frumlegu leynivinnagjöf í vikunni. Vonandi bara vann hún einhverja góða summi á þessa skammið þarna. Svo hún getur nú allavega kannski styrt útgerðirnar út á landi eitthvað smá, eitthvað pínupons. Bryndís Haralds borðaði, drakk og naut vitringana 3 í góðravinahópi síðustu helgi. Hann ætla aldrei lognmolla í kringum hana sko. Alltaf nóg að gera í félagslífinu. Hún verri en unglingarnir, ég meina það. Obba í Bobba skipti hlutverk í vikunni og gerðist dómari í kökukeppni fyrir fasteignasöluna Trausta ásamt Gumma Ben og Telmu Tómasson. Í alvörinni bara einvala lið sko. Og þetta alltaf bara mjög brýnt og alvarlegt mál sem að varðar bara samfélagið allt sko. Herðu, já, við einmitt með smákökukeppni í næstu viku. Ég að spá að hringi Jakob. Jakob, hæ! Heyrðu, ég að spá, getur Obba nokkuð komið og verið svona dómari í smákökukeppni spursmála á föstudaginn eftir viku? Æ, hún náttúrulega bara svo mikil kökukettling og svo mikil snillingur í að smakka og meta bragð og svona þannig að mér datt í huga að athuga með hana hvort hún væri laus. Halló?
Jésús, skellt hann á mig. Ingibjörg Ísaksen hitti leitarhundinn Guðmund Fylkisson á Förnuvegi á dögunum og hann var ekki lengi að þefa alla framarana uppi, sko. Þessi framsóknarmenn, þeir eru náttúrulega bara út allt, það þarf ekki einu sinni að leita þeim, sko. Sjálfu kóngurinn okkar skellti eina shameless þing sjálfu eins og honum einum lagið. Hann slær ekki slöku við þess, elska. Halla Hrund lét Daða heyra það, tökkur í henni. Í alvörunni, sjæs, hvað hún hefði mikið átt að vera forseti. Austurlenska afurðin Jens Garðar fór yfir afrekaskrá Valkyrju verkstjórnarinnar eða hvað sem var á að kalla þetta á fyrsta ári hennar. Já, þetta ansi skrautleg og skemmtileg yfirferð var ég að segja. JP orkumáladóttir steig upp í pontu og notaði sleggjuna til að slá niður orð Jens Garðars. Ég meina að þessi ríkisstjórnin alltaf bara búin að gera allt rétt og uppfylla öll loforðin og hafiði það. 5 vaxtalækkanir, eiginlega engin verðbólga og nánast engin ríkiskuld. Talandi að sníða sér skatt eftir vexti. Simmi Gumm deildi mynd af mælendaskrá þingmanna á kílómetragjaldinu. Ég meina að hann hefði næstu geta bara gert copy-paste af myndinni sem hann deildi af mælendaskránni þarna veiðigjaldi í vor eða sumar eða hann bara, já, alla þessa daga hann. Í alvörunni, kræst, sko. Þessi stjórnarandstaða, hún ekki hægt. Hún nennir að vinna vinnuna sinni í alvöru. Hún nennir því. Sigmundur Davíð skellti í getrunarleik í vikunni. Ekki dán eitt eðlilega hálum ís. Ég meina, svona getrunir og gambl og svona getur bara gert fólk gjaldþrota. En ég meina, já, það er ekki mitt vandamál. Inga Sæland var í beinustreymi á Facebook á 5. og bað öryrkja og aldraða vinsamlegast að hætta að hringja og betla þennan blessaða jólabónus sem hún búin að vera að vinna að í mörg ár við að redda þeim. Þið fáið þetta einhvern tímann þarna þurfalingarnir ykkar. Við erum bara þakklátt, Jesús. Ég heiti því. En við erum bara þolinmóð. Nú fylgir glæsilegur kaupauki með nýjum samlokusímum frá Samsung. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Alrafmagnað og margverðlunað úrval Kia. Komdu og reynsluaktu. Askja. Ég eiginlega bara afgreiddi þetta allt bara í einhverju 2 ferðum í A4. Spil í möndlugjöfina og fyrir spilakvöldið og gjafir fyrir alla krakkana í stórfjölskyldunni. Sköpum samverustundir jólin. A4 fyrir skapandi líf. Komið sæl að nýju. Við þökkum Ásthildi Hannesdóttur fyrir þessa góðu og snarlegu yfirferð á pólitíkinni og samfélagsmiðlunum. Hingað koma á eftir til okkar Einar Þorsteinsson fyrir borgarstjóri og Hildur Björnsdóttir sem oddviti sjálfstæðismanna í borginni. En áður en að því kemur, þá ætla ég að ræða hér við afar góða gesti. Það eru þau Unnur Brá Konráðsdóttir sem starfsmaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins. Hún situr reyndar líka í stjórn RÚV, hún fyrir alþingismaður og forseti Alþingis. Og svo það Eggert Skúlason. Ég ætla hann sé ekki einn allra reyndasti fréttahaukur Íslands hefur komið víða við og eiginlega alla og marga fjörun og svopið einmitt á þeim vettvangi. Er þetta ekki rétt lýsingarorð á ykkur tveimur? Hárið rétt bara. Þetta var alveg rétt hvað Unni varðaði. Ég var mjög spenntur að heyra hvernig þú myndi kynna mig. Ég sáttur. Jæja, gamall ritstjóri. Gamall ritstjóri, fréttastjóri, kosningastjóri, alls konar stjórar. Já, glemdir þessu með Rangárþing ytra. Já, hann býr þar, sko. Þið tengist því góða og fallega svæði, sögusviði Njálu. Já. Njáluslóðir, já. Þú stýrir líka þáttum hér á mbl.is og það sé tekið fram, frábær dagmálaviðtöl sem þú tekur og svo það sporðaköstin þegar þið andstæðingar laxeldisins komið saman og talið það hvað gaman að standa með lopnar hendur og tær út í ískaldri Bergvaðsá. Þér hlýtt í hjarta, þú ert að veiða. En ég vil ekki flokka okkur sem andstæðinga eldisins. Nei. Við þurfum að finna þarna sameiginlegan flöt og það gerist bara með samtali. Já. Minna af öskrum, milli hópa, kannski setjast niður og ræða máli. Já. Ég mæli með því. Ég mæli með því og til þess erum við hingað komin, til þess að ræða saman. Mörg stór mál til að fara yfir. Það lágu þetta bara svo augljóslega við að fá þig hér á svæði út af stórum málum sem að tengjast vettvangi og störfum sem að þú þekkir betur en flestir aðrir. Eitt af stórum málunum framganga forseta Alþingis, Þórunnar Sveinbjarnardóttur, vinkonu okkar, sem að rann dáta bananahýðinu á leið úr forsetastóli þegar hún tvinnaði saman
ótrúlega fjölda blóðsyrða og allt í garð fólk sem hún á að vinna í þá fyrir en hún kallar pakk. Hvernig horfir þetta við þér? Er þessu máli bara lokið? Já, því lokið að því leiti ég held að verði engir meiri eftirmálar af þessu atviki og Þórunn auðvitað hefur beðist afsökunar eftir að hafa verið beðin það í þingsal. En eftir situr auðvitað tilfinning hjá þingmönnunum sem talað var til og það auðvitað þarf að vinna í því að ná trausti þeirra tilbaka. Vegna þess að það þykir auðvitað engum gott að sitja undir því að vera kallaður þessum orðum sem þarna fjallu. Helvítis, andskotans, djöfulsins pakk. Já, og þetta auðvitað þannig að þegar þú ert forseti þá það svolítið einmannalegt að vera á forsetastóli og það ekki af því að enginn vill tala við þig, heldur vegna þess að það eru fáir sem að þú getur rætt við það hvernig þú ætlar að taka afstöðu til hagsmuna þeirra sem í salnum sitja. Forseti þingsins þarf að gæta báðum hlutunum í þinginu, það að segja, gæta að lýðræðinu. Þannig meiri hluti sem starfar og ríkisstjórnin kemur í sín málin í þingið og það þarf auðvitað að greiða fyrir því að stjórnarmál komist á dagskrá og þeim sé fylgt eftir og samaskapa að minni hlutin fá einhver mál unnin og mæla fyrir einhver málum og slíkt. En það þarf ekki síður að gæta eftirlitshlutverki þingsins og þar stjórnarandstaðan mikilvægasti hlekkurinn. Stjórnarandstöðin ætlað að gagnrýna ríkjandi stjórnvöld, fá svör við þeim spurningum sem á henni brenna og það þarf að gæta, þegar forseti í stólnum, þá þarf að gæta þessu jafnvægi og virða þau samkomulög sem hafa verið gerð, það þarf að virða rétt allra þingmanna til að tjá sig og það þarf að virða gæta virðingu þingsins bæði ekkert sérstaklega gagnvart framtíðinni, ekki bara gagnvart þeim sem þarna sitja á hverju sinni. Þú ert þarna með þingið í höndunum sem alla sína sögu og svo stofnun Íslands. Og þú þarft að gæta virðingu þingsins fram í tíman vegna þess að allt sem þú gerir í dag hefur áhrif á það sem á eftir kemur. Og þetta svona hið erfiða hlutverk forsetans. Og þegar þú ert stjórnmálamaður líka og langar líka láta til þín taka sem stjórnmálamaður, þá svolítið erfitt að velja og hafna stundum hvaða línu þú ætlar að taka. En þú verður alltaf fyrst og fremst að muna það. Þú ert forseti. Og þú ætti að vera öðrum til fyrirmyndar hvað góða siði varðar og það einfaldlega bara verkefnið. Það það sem þú varst kosin til að gera. En ekki forsetinn einmitt dálítið geltur pólitískt út af þessu að því að hann þarf að miðla málum og vera forseti alls þingsins? Jú, það eru í rauninni það sem þú tekur að þér að gera þegar þú tekur að þér þetta hlutverk. Þegar ég var kjörin forseti þá var ég frekar ung, ég var yngsti forseti þingsins í lýðveldissögunni. Ásgeir Ásgeirsson sem síðar var forseti Íslands var á sama aldri og ég var þegar ég var forseti og mér fannst erfitt þegar ég var beðin að taka þetta að mér þá sagði ég að sjálfsögðu já en ég áttaði mig þá líka á því að ég gæti þá ekki beitt mér að sama skap og ég hafði ætlað mér og mér langaði til að gera í stórum þungum málum vegna þess að þú verður fyrst og fremst að gæta því og þú njótir trausts meðal allra þingmanna þannig að þú getur beitt þér þegar á reynir, þegar það eru þinglok, þegar það kom upp erfið mál og þú þarft að miðla málum og reyna að ná öllum þeim sem að sitja inn í herbygginu og að reyna að ákveða framtíð þingstarfana, þá þarft að vera í þeirri stöðu að fólk hlusta á þig, fólk taki mark á þér og fólk treysti þér. Það hlutverk forseta og þess vegna þarft að gæta því hvernig þú talar til þingmanna. Og það ekki hægt að líka því saman að sem sagt, þingmenn, eins og ég veit að það eitt stjórnarliði gerði í þingsal í vikunni, líkti þessu saman við það að einhver orð hefur fallið út í bæ á Klausturbar á sínum tíma. Það voru auðvitað ekki, ég ekki að verja þau ummæli, en það bara allt önnur umræða heldur en að eitthvað sem forseti lætur falla í þingsal þó að sé búið að fresta þingfundi, skilur mig. Þetta bara ekki að sama, sko. Það að vera forseti þýðir það og þú þarft að gæta orðaðina. Og ég veit að Þórunn hún baðst afsökunar í fjölmiðlum, sömum fjölmiðlum, en ég hefði alltaf ráðlagt henni að eigin frumkvæði biðast afsökunar í þinginu líka. Þar trúnaðurinn að vera. En þetta var dálítið svælt út úr henni. Já, hún gerði það leið og fólk fór að biðja hann að gera það. Þannig að hún gerði það. Ég get beðið afsökunar að þú endilega vilt. Já, en skilurðu, þú verður líka að gæta því að horfa hans á hverja þú ert að tala við, skilurðu mig. Það ekkert mjög langt síðan að Þórunn ýtti á hinn fræga kjarnorkuhnapp í samkvæmt 71. grein þingskapalagana.
það fór allt á hvolf í þinginu og hún flytur frægaræðu úr stóli forseta þar sem hún lýsir því yfir að hún gerir sér grein fyrir því að hún verði að ávinna sér traust þingsins að nýju eftir alla þessa uppákomu. Svo kemur þetta upp nokkrum mánuðum síðar. Eggert, hvernig horfir það við? Hún er fallið á eigin prófi hvað þetta var. Já, og sko þessi frétt, þegar ég sá þessa fyrirsögn, ég hugsaði með mig, þetta eitthvað klikkbeita. Ég þurfti að lesa þetta tvisvar og bara til þess almennilega að trúa því að forseti þingsins hefði verið staðinn að verki að láta þessi orð fjúka. Ég bara í hvert skipti núna þegar maður horfir á alþingisrásina og þingmaður snýr sér við og segir virðulegi forseti, meinar hana. Hún biðst afsökunar, eins og því segið, það þarf svolítið að toga þetta upp úr henni. Maður hefur séð það í gegnum tíðina, hún er svo mikill vinstri maður að náttúru vali þá er hún rauðharð. Og sko, þegar þú horfir á hana, hún stundum engist að þetta fyrir taugarnar á henni sem fer fram í pontunni fyrir framan hana. Ég er sammála því sem margir þingmenn sögðu afsökunarbeiðnin loksins þegar hún kom var einlæg. En ég held að allir sem þarna sita núna, 63, ættu að láta eftirmála þessa máls verða það að laga þessa starfshætti. Þingið uppsker þá virðingu sem það á skilið og hún er bara ekki nógu mikil í dag. En hvað er þetta? Er ekki eðlilegt í þinginu að menn takist á og þess að á tímum fjúki stór orð og annað út af miklum hagsmunum? Menn njóta nú sérstaklega friðhelgi vegna þess að þeir segja í pontu. Það er verið að búa til ákveð andrými þannig að menn geti tekist á og látið skeytin fljúga á milli. Jú, og það er bara, það á að gera það. Fólk á að takast á. Það er ástæða fyrir að það er ekki allir í sama flokki. Fólk er ekki sammála hlutina. Og það er auðvitað væri best ef fólk takist á málefnilegan hátt málin, væri ekki að fara í mannin eins og stundum er gert. En það eru bara aðeins öðruvísi sjónarmið þegar kemur að forsetanum sjálfum, út af þessu sem ég rakti hérna áðan. Þegar að erfiðu tímapunktarnir koma, þegar það reynir virkilega á að það sé einhverjana sem að getur ákveðið framhald mála og lagt til einhverja tillögu sem allir geta svona verið sæmilega jafn sáttir og ósáttir við, þá verður að vera traust. Og það er bara svo gríðarlega mikilvægt. Ég fann það sjálf þegar ég var forseti að hvað skipti mjög miklu máli að geta að tala við alla. Það var aðeins flokknar þá, það eru bara 6 flokkar að þingi í dag. Það er aðeins auðveldara að sætta sjónarmiðin þegar það færi flokkar. Þetta er fjölbreyttar hópur. Já, en síðan er líka annar punktur sem að mér finnst þið þurfa að ræða og það er þessar siðareglur sem að þingið setti sér á sínum tíma. Það er ekki bara henda þeim. Siðareglur sem enginn ætlar að fara eftir og enginn ætlar að virða eru tilgangslausar og ég held að þær hafi hugsunin á bakvið þær hafa bara verið röngu í upphafi. Dómurinn á þetta bara vera hjá kjósendum. En hver eru viðurlögin ef þú brýtur siðareglurnar? Það eru auðvitað engin viðurlög önnur en þegar að þú ert bara svona að fara svona slappa á álitsnekkir mögulega frá þinginu þar með. Og ykkur er nefnd, hvað nefnd, hver á að hafa umboð til þess að sitja í þessar nefnd? Já, svo segir Þórunn, þetta var svo mikil hugaræsingur. Ég held að þetta ráðin til þess að verða ekki, eða lendi ekki í hugaræsingi. Ég held að starfið sé það. Þetta gerist líka bara í upphæð þing, það voru örfáa mínútur búnir að þingfundi þetta gerist. Það er ekki eins og fólk hafa verið að koma úttaugað út af einhverju næturfundi eftir marga daga þref. Nei, en ég get aðeins, ef ég á að segja hvað ég held að sé að gerast. Það er það að við erum með ríkisstjórn sem er 3 flokka ríkisstjórn og hún er aðeins flókin á stjórninni eins og hún lítur út fyrir mér. Nú hef ég unnið sem aðstofamaður forsætisráðherra í erfiðri ríkisstjórn og veit hvað þarf stundum að toga marga spotta bak við tjöldin. Og þarna ertu með flokk eins og flokk fólksins sem við höfum séð dæmin í fjölmiðlum að aðeins erfitt að sjá fyrir hvaða orð falla af vörum ráðherra hverju sinni. Þannig en við erum þarna með forsætisráðherra og ráðgjafa forsætisráðherra sem vilja svolítið stýra því hvert umræðan leiðir hverju sinni og það er mjög mikið gert í því að stýra umræðu á hálfu þessara ríkisstjórnar. En það er eitt staður þar sem þú hefur ekki alveg leikstjórnarvöldin og það er þingið vegna þess að þar sjáum við lýðræði í verki, þar er minnihluti sem á að fá að veita aðhald, sem á að fá að tala, á að fá að benda á þegar ráðherra segir kannski ekki alveg satt hann
sé að kynna til dæmis niðurstöðu sína í samgöngumálum og grunni skýrslu sem viðkomandi hefur ekki lesið, þá alveg ástæða til þess að gera athugasemdir. En í þinginu þá ekki alveg hægt að leikstýra því hvað gerist, vegna þess að þarna hefur stjórnarandstaðan sæti við borðið og möguleika á að gagnrýna og á að gagnrýna. Væri ekki að sinna sínum skyldum ef það væri ekki sinnt þessu eftirliti. Og þess vegna örugglega gríðarleg pressa á forseta þingsins að stýra þinginu með þeim hætti að þeir sem að véla á baku tjöldin að þetta líti nú allt proppir út, að þeir að pressa á það að þeir fá að ráða því hvernig þingi starfar, en það bara auðvitað ekki þannig. Við sáum þetta gerast einmitt í aðdraganda þess að Kristrún Frostadóttir forseti skipar forsetanum að stöðva tiltekna umræðu. Er rík hefð fyrir því að forsætisráðherrann sé með einhvers konar boðvald yfir forsetanum hvað svona hluti varð? Nei, það bara virkar ekki þannig. En þetta bara til á upptöku? Já, þetta var í þingsal í síðustu viku þar sem að forsætisráðherra var að kalla í rauninni fram í og reyna að stýra forsetanum í það að stöðva umræðu sem átti sér stað í þingsal. En það auðvitað lýðræði okkar virkar bara ekki þannig. En þá Þórunn Sveinbjarnardóttir svona taugatrekt út af því að hún undir einhvers konar játnhæl forsætisráðherrans? Ég held að Þórunn Sveinbjarnardóttir sé sterk manneskja sem að geta alveg staðið gegn því. En auðvitað held ég að formaður flokks vill kannski fá sitt fram þegar þú ert forsætisráðherra og mikið undir. En fólk verður auðvitað bara átt að segja því að þegar þú ert forseti þingsins þá ertu forseti alls þingsins. Þú ert ekki forseti forsætisráðherra. Það ekki þannig. Þetta var mjög athyglisverð spurning hjá Stefáni undir járnhæl. Mér fannst þú segja já. Ég stjórnmálamaður, ég reyna að svara En það rétt, krakkar, segiðu mig það. Boðaði Þórunn til fundar með formönnum þingflokka og þeir máttu ekki tjá sig á þeim fundi. Var ég að miskilja? Ég þekki ekki þá sögu. Nei, það hefur verið einhvers konar tilkynning. Kannski þetta bara miskilningur hjá mér. Við þurfum að skoða það. Það þarf að spyrja þingflokksformenn út í það. Við höfum ekki neinar heimildir til að ræða slíka fundi hér. Við tölum hvað sem hérna. Heyrðu, en þingið þetta á fullu. Það eru tvö mál kannski sem að maður sérstaklega hugsa. Það eru fjárlögin sem við að klára núna og það þessi umræða gjaldahækkanir og útgjaldaauka upp á nærri 150 milljarða milli ára og svo það samgönguáætlun og ég nú minna hér á stórkostlega mynd á forsíðu Morgunblaðsins í dag þar sem að samgönguráðherra ásamt vegamálastjóra en að persónuverndarástæðum ákvað vegamálastjóri að veifa frægum trefli sínum framan í bad sem að þarna átt að njóta sannmælis og athyglinnar. Já, þetta kostuleg mynd. Þetta mikið, það fréttamoment í þessu. Já, og Morgunblaðið þarf bara að rétta hlut þessa bass og það þarf að tala við þetta barn og birta mynd af því á forsíðunni. Ekki endilega á forsíðu. Ég krefst þess. Já, þú krefst þess. Það er ykkur að hugsa börnin. Það þarf að hugsa börnin. Já, hvað umboðsmaður barna þegar við þurfum á honum að halda? Það er samgönguáætlunin og fjárlögin kannski sem að maður aðeins með fókus á núna út frá pólitíkinni. Já, sko, varðandi fjárlagaumræðuna að þá tekur þessi ríkisstjórn við fyrir tæpu ári síðan og tekur við afskaplega góðu búi úr höndum fyrirverandi ríkisstjórnar. Þau héldu fram að þau var að taka við mun verra búi heldur en þau byggust við? Já, sko, það er svo þannig með þessa ríkisstjórna. Þau eru ekki óspör og alls konar yfirlýsingar sem er kannski gott fyrir ykkur fréttamenn svo grafa eftir hvort að standist allar sannleiksprófið. Við erum að því alla daga. Já, en þannig er þetta að síðasta ríkisstjórn þurfti að takast á við gríðarleg áföll sem kostaði íslenska þjóðarbúið gríðarlega fjármuni. Eldgos, ofanflóð og COVID. Og þrátt fyrir þessi gríðarlegu áföll þá náði síðasta ríkisstjórn að skila afskaplega góðu búi ef við horfum á efnahagslegar tölur. Það sem að maður hefði þá ætlað að myndi gerast við næstu fjárlög, þessi sem við erum að fjalla núna, væri að þá væri nú aldeilis lag að taka hans til hendinni, skera niður og hætta að auka útgjöld. En hvað gerir núverandi ríkisstjórn? Þeir bara þvert á það. Þrátt fyrir að hafa boðað og kalla til allan almenning til að skila inn hagræðingartillögum, þá sést þess hvergi staður í þessu fjárlagafrumvarpi. Það er rosalega merkilegt. Og það er líka merkilegt að þau velja það að auka í ríkisútgjöld á þessum tímapunkti, frekar en að draga saman og kannski greiða upp ykkur skuldir.
þess vegna ákvað þingflokkur Sjálfstæðisflokksins að leggja fram afskaplega viðamiklar og umfangsmiklar breytingatillögur við fjárlagafrumvarpið og ég vil meina að þær séu afskaplega góðar þessar tillögur og þær þýða í heild sinni að fjárlögin, að við hefum skilað hallalausum fjárlögum, hefðu þessar tillögur allar verið samþykktar. Til stóð, samkvæmt okkar tillögum, að selja eignir til að greiða niður skuldir, til að spara þessi gríðalegu vaxtagjöld sem við erum að greiða hverju ári. Það er gríðalega mikilvægt að ráðast í það verkefni. Við lögðum líka til, eða okkar fólk í fjárlaganefnd, að spyrna gegn þessum gríðarlegu skattahækkunum sem núverandi ríkisstjórn að boða með sínu fjárlagafrumvarpi. 20 milljarðar. Skattahækkanir á venjulegt fólk, skattahækkanir á fjölskyldunar í landinu og skattahækkanir á fyrirtækin í landinu sem eru að berjast við gríðarlega erfiða stöðu í efnahagsmálum fyrir sína parta. Ef þú horfir á ferðaþjónustuna, það eru færri að koma, þau eru að fara að fá á sig þetta kílómetragjald sem hefur gríðarlega áhrif á alla þeirra starfsemi eins og þau hafi heyrt í fjölmiðlum. Við erum að tala um það að draga úr heimildum í samsköttun hjóna og sem er bara árás á fjölskyldunar í landinu og það er svo lengi mætti telja. Þetta vörugjöld á innflutning bifreiða sem að sannlega mun ekki verða veruleika því að fólk er að flytja inn alla bíluna fyrir áramót til þess að losna við þessi gjöld. Eins og við sjáum á öllum þessum auglýsingum í blöðunum, það er allir bara að reyna að kaupa sér nýjan bíl sem keyptu bíl, það verður ekki hægt eftir áramót. Já, einmitt. Þannig að punkturinn er bara þessi, við erum með mjög málefnalega stjórnarandstöðu, við erum með annan valkost. Þau eru ósammála því. Við erum annan valkost. Og við sjáum það bara, fólk mun finna fyrir því eftir áramótin á eigin skinni þegar allir þessar skattahækkanir komið til framkvæmda að kannski hefði verið betra að samþykkja tillögur Sjálfstæðisflokksins og fara í það að greiða niður skuldir, fara í það að lækka skatta frekar en heitt og ná þannig betri tökum á efnahag ríkisins. En hefur ekki ríkisstjórnin einmitt tekist það sem að er rætt varðandi svona að teikna upp tiltekna mynd og fólk hefur ekki á tilfinninguna að það sé verið að fara að skattleggja almenning með einhverjum verulegum hætti. Þetta sé allt bara eitthvað ekki venjulegt fólk og þetta séu fyrirtæki sem eigi nóg til og allt í þeim dúr. Mun þetta hafa einhver áhrif? Er þetta ekki bara frábært að ríkissjóður fái meiri peninga til þess að... Fólk sér alveg gegnum þetta leikrit og þessa orðaleiki. Hins vegar held ég að ríkisstjórnin sem satt á undan þessari hafi verið lélegasta ríkisstjórn í sögu lýðveldisins. Verri en 2009-13? Já, veistu, það stappar nærri. Það er rosalegt. En hins vegar, þegar maður er fann að velta því fyrir sér, sjá hvernig þessi ríkisstjórn hefur hagað sínu fyrsta ári, hvort að það met verði mögulega slegið. Það er mjög einfalt að vera með hallalaus fjárlög á Íslandi ef við fengjum að sjá tölurnar sem að hinn raunverulegu útlendingamál kosta í heild sinni. Stuðningur við hælisleitendur, stuðningur í menntakerfi. Við fengjum að sjá þetta allt og eina niðurstöðutölu. Ef við fengjum að sjá í dálknum við hliðina loftslagskostnað. Það sem við erum að berjast við veðurbreytingar í heiminum. Sumt af þessum loftslagskostnaði verðum við að greiða eins og í fluginu. En það er fullt sem er valkvætt. Ég ætla bara að leyfa mér að fullyrða það hér, Stefán. Ég er þá ekki svo fyrsti sem verður með til skammar í þessum þætti. Að ef að þessir dálkar tveir eru skoðaðir með fullri upplýsingagjöf og menn tækja á þessum málum, þá væru hér ekki hallalaus fjárlög, við værum að borga hratt niður skuldir. En við erum að horfa á lægri tölur vegna þeirra aðgerða sem síðasta ríkisstjórn kom í gegn. Hvað voru margar fjölskyldusameiningar? Sem að Jón Gunnarsson og Áslaug Arna komu á stað og innleitu svo íslensk lög í útlendingamálunum. Þetta er sama fólk og svaf bara á landamæra hliðinu og hér streymdin fólk. Hvað voru margar fjölskyldusameiningar í síðasta mánuði? Er verið að hægja útlendingastraumi? Nei, segi ég. Það stendur til. Ég sá frétt núna í vikunni þar sem að dómsmálaráðherra segir við verðum að opna augun. Úlfar Lúðvíksson sagði hér og ég veit það sem ég tók við hann í dagmálum fyrir nokkur mánuðum, við verðum að vakna. Þetta er sama setningin, bara mínus Úlfar. En Þorbjörg Sigríður reyndar kaus gegn öllum frumvörpum fyrir ríkisstjórn þessum mánuð þannig að hún hélt þessum landamærum alveg galopnum eins og ekkert væri. En mér langar til að nefna, ég ætla að leiðrétta því einu, Eggert, að þú segir að þessi upphæðir sem við verðum að greiða í tengslu við flugið. Ísland hafði kost á því þegar Svandís Svavarsdóttir var umhverfisráðherra og atvinnuvegaráðherra síðar að fá undanþágur fyrir flugið
eins og Malta og Tenerife og önnur ríki eða svæði í Evrópu fengu. Það var tekin próaktíf ákvörðun af hálfu íslenskra stjórnvalda að fá ekki þessar undanþágur. Hvers konar hneyksli það? Þetta bara það sem var gert og menn stóð ekki vörð hagsmuni Íslands og ákvaða forsendum, það voru þeim forsendum að við ættum að bera okkar byrðar til jafns við aðrir í þessum efnum. Jafnvel þó, og þar líta menn auðvitað framhjá staðreynd að hér eru öll hús hituð með grænni orku. Rafmagnið framleitt með grænni orku og þar framöndur göttum. Og þetta var reynda Þórdís Kolbrún varð uppvísa því líka þegar að koma skipaumferðinni og vöruflutningum til og frá landinu að þar var tekin próaktíf ákvörðun af hálfu stjórnvalda að sækja ekki undanþágur sem Ísland gat fengið og átti rétt á. Og maður spyr sig fyrir hverja eru þessi stjórnvöld að vinna? Eru Íslendingar bara viðfangsefni stjórnmálamanna sem eru með eitthvað allt annað fólk í fyrsta sæti? Já, stórt spurt. Sko. Við horfum báðir á þig. Já. Sko, þú berð ábyrgð á þessu. Ég ber ábyrgð á þessu öllu saman. Ég skal bara sitja og bera þessa ábyrgð. En þetta er auðvitað þannig að við völdum það að vera hluti af þessum loftslagspakka í varðandi Evrópusambandið. Og það er svo merkilegt að þegar að við vorum að byrja að stíga þau skref að þá var Sigmundur Davíð forsætisráðherra sem nú leiðir Miðflokkinn og hann trommaði til Parísar á stóran fund og lýsti þar yfir að Ísland ætlaði að vera fremst í flokki og vera í hópi þeirra þjóða sem myndu gera mest í þessum loftslagsmálum. Og það er nú bara svo merkilegt að það er sagan okkar. Og síðan þá höfum við auðvitað verið að reyna að fylgja því sem að íslensk stjórnvöld eru búin að skrifa upp á og ætla að taka þátt í. Og það er einfaldlega bara ráðherrarnir sem koma þar á eftir sem að þurfa að gera það. Og það er bara gert með þessum hætti. En hvernig þessi viðmið eru ákveðin, það er auðvitað af hverju menn eru inn í þessu kerfi. Á það að Kínverjar, það tekur þá 3 klukkutíma að menga jafn mikið og allt Ísland á heilu ári og það skiptir engu máli hvað við gerum. Það er auðvitað bara umræða sem við þurfum að taka. Eins og við getum ákveðið að breyta forgangsröðun í jarðgöngum á Íslandi. Þá hljótu að geta tekið ákvörðun og sagt í sambandi við þetta Parísar samkomulag, heyrðu, það bara komið í ljós, þetta bara þvæla. Við viljum ekki að vera lengur í þessu. Já, ég held samt að ég hef ekki orðið vör við að þetta sé umræðan í stjórnmálunum á Íslandi í dag. Ég hef ekki orðið vör við það að ríkisstjórnin sé að fara í þessa átt. Við vorum sannarlega ekki á leiðinni í þá átt á síðasta kjörtímabili. Við vorum einfaldlega að vinna í því að uppfylla þau markmið og þau alþjóðlegu skuldbindingar sem við vorum búin að skrifa undir að við ætluðum að taka þátt í. En gerðum það ekki bara í blindni? Nú er að koma í ljós að þessi loftslagsmarkmið og annað, menn inn í ráðuneytunum og stjórnmálamennir skilja ekki einu sinni hvað var undir þetta? Nei, þetta er náttúrulega gríðarlega flókið, Stefán Einar. Af hverju ætli það sé það? Já, það er auðvitað bara svo margt í þessari tilveru sem er afskaplega flókið. Ég var auðvitað að vinna í umhverfisráðuneytinu sem aðstoðarmaður ráðherra á ákveðnu tímapunkti og það eru afskaplega fáir Íslendingar sem skilja kerfið alveg ofan í dýptina. Þannig að þegar maður var líka svolítið einmana, þegar maður var aðstoðarmaður, maður hafði ekki efni á því að vera með helstu sérfræðingana á launum allan daginn til að takast á við þessar stóru spurningar með manni. Þannig að það er auðvitað voru allir að reyna að gera sitt besta við að uppfylla þessi markmið sem íslensk stjórnvöld sannarlega voru búin að skrifa undir. Sagt þetta kerfi eins og kosningakerfið í Íslandi, leið og einhver annar, Þorkell Helgason skilur það, þá breyta með því. En sko, þetta er svo mikið af hlutum þar sem stjórnmálamenn, hvort sem er á landsvísu eða í sveitastjórn, maður upplifir, það er ekki verið að vinna fyrir okkur. Bílastæði í Reykjavík, þetta er bara bannorð, sko. Heyrðu, við þurfum bílastæði. Við erum með þessi loftslagsmál. Við erum með þessi hælisleitendamál. Við erum ekki með lóðir til að byggja hagkvæmar íbúðir? Já, betri samgöngur er eitthvað fyrirtæki sem er að vinna því að búa til borgarlínu í borginni. Betri samgöngur. Hver valdi þetta nafn? Hann á að fá einhverja viðurkenningu. Þeir ætla að sitja það ekki 10 milljarða í brúi Fossvogs sem að bílar mega ekki keyra yfir? Vinnið bara fyrir okkur. Og borgin er orðin ófær marga klukkutíma á hverjum degi og svo ef þú nefnir hælisleitendamálin þá ertu kallaður rasisti. Láttu þið ekki það? Já, sko, ég held við séum meira að glíma við þrasisma heldur þú nokkuð tíma rasisma. En þá ætlum ég að fá leiðrétt síðan á ég elska þig fólk leiðrétt vegna þess að það eru mun færri að koma inn til landsins í dag
heldur en fyrir ári síðan og 2 árum síðan. Mig langar að sjá tölur. Já, þú getur séð það, ég skal bara senda þér. Það bæði inn á vef Útlendingastofnunar, svona mælaborð, þar sem þú getur fylgst bara með mánuði til mánaðar, hversu margir að koma og þar sést svart á hvítu hversu mikið hefur fækkað umsóknum alþjóðlega frá því að Guðrún Hafsteinsdóttir kom sínum frumvörpum í gegn sem byggði á góðri vinnu Jóns Gunnarssonar og Áslaugar Örnu. Þannig að það eru sjálfstæðismenn sem komið því í gegn og Viðreisn og Samfylkingin voru ekki að styðja okkur. Kerfið var algjörlega óviðráðanlegt undir stjórn Sjálfstæðisflokksins og þó að það sé að fækka í hópi þeirra sem hingað koma þá eru afleiðingarnar af þessar óstjórn að koma fram, meðal annars í dómsmálum. Það sem að fórnarlömbin eru konur sem búið áreita, börn sem búið áreita, ofbeldi af ýmsu tagi. Að því að hingað hefur verið hleypt inn fólki sem aldrei átt að koma hingað. Já, en við höfum verið hluta af alþjóðlegu kerfi þarna líka og síðan gerist það verður margfald fleiri fólk á flótta í heiminum heldur en áður og þess vegna koma líka fleiri hingað en það við hefum getað brugðist fyrr við og sett stoppað fyrr, það hefði verið betra. Guðrún Hafsteinsdóttir sagði við erum ekki eyland í þessum efnum. Staðreyndin svo að við getum verið það, af því að við erum eyland og vegna þess að við erum fullvalda þjóð. Já, en við vorum einfaldlega í ríkisstjórn þar sem við vorum ekki því miður með fullan skilning á alvarleika vandans og þeirri brýnni þörf að takast á við það að setja meiri girðingar inn eins og löndin í kringum okkur voru að gera á þeim tíma. Enga síður komum við ákveðnum breytingum í gegn þegar Guðrún Hafsteinsdóttir var dómsmálaráðherra sem gott og núverandi stjórnarflokkar studdu ekki þær breytingar, þar segja allavega ekki Viðreisn og Samfylkingin. Og þetta eitthvað sem við verðum að halda til haga því að hér talað svo illa fyrrverandi ríkisstjórn að ég ekki viss hún verið dæmd svona illa eins og hún gerð hér og gerð alls staðar í samfélaginu. Hún var erfið en hún glímdi líka við gríðarlega erfið mál. Við megum ekki gleyma því. Hún bjó líka til vandamál með þessu og hvernig Vinstri grænir komust upp með það bæði að stöðva orkuframleiðslu. Þetta var bara eins og foreldrarnir voru Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur. Svo satt barnið í miðjunni og það grenjaði bara nógu hátt af frekju, þá fékk það sem það vildi í staðan fyrir að menn tækju eitthvað á þessu. Það var mín upplifun horfandi á þetta útífrá. Enga síður afraksturinn sá í lokin að við erum að sjá mun færri umsóknir. Við sjáum fjölgun í umsóknum núna í september og október, það vegna þess að úkraínsk stjórnvöld þau breyttu sínum viðmiðum þannig að karlmenn á heraldri, þar að segja 18-34 ára, máttu fara út úr landinu. Og þau sjáu það á tölunum sem ég ætla að senda þér eftir, sem nú vef Útlendingastofnunar, sérðu fjölgun úkraína og fjölgun karlmenn. Þannig að það bara bein afleiðing af því. Ég ætla að taka fyrir samgönguáætlunina, ég ætla að sleppa því. Af því að við ætlum að taka fyrir stærra mál sem Eurovision. Þú situr í stjórn RÚV og þú ert þekktur sem einn helsti sérfræðingur Íslands í málefni Eurovision áratugi aftur í tíman. Þetta vissi ég ekki. Hann þekkir ég testaði þetta á Eggerti, hann þekkir alla flytjendur að minnskosti til 1974. Hver var 1980? Það var hún Le Flont frá Fraklandi. Nei. Ég hef ekki hort á Eurovision. Það var halleluja frá Ísrael. Þetta afhjúpun. Ég veit ekkert Eurovision. Hann hefur siglt undir fölskuflaggi og komið þér í þáttinn á fölsku forsetum. Stjórn Ríkisútvarpsins eða framkvæmdastjórn sem enginn veit hverju sitt í og Stefán Hafstein búinn að vera að hossa sér hér viku saman að byggja upp einhverja spennu í kringu þetta. Ég spyr einfaldlega. Menn ræddu þann möguleika að Ísland drægist út úr Eurovision og meðan Ísraelar háðu stríð við Hamas-samtökin á Gazasvæðinu. Nú búið að semja frið, það búið að sleppa gíslunum og það búið að lama þessi ömurlegu hryðjuverkasamtök Hamas sem að stóðu að hryðjuverkinu 7. október 2023. Hvað þarf að gerast í málefnum Ísraels og Palestínu til þess að Ísland eða ríkisútvarpið í okkar nafni taki aftur þátt í þessari keppni? Þegar stórt spurt og þá ég ekki með svarið þessari spurningu, Stefán Einar. Ég tók að mér að setja í stjórn RÚV til þess að sinna því að vera í stjórn RÚV samkvæmt lögum. Okkar hlutverk aðalega það að bera ábyrgð á rekstri RÚV og það eru krónur og aurar, hvernig gengur að spara, hvernig gengur að greiða skuldir, hvernig gengur að kaupa að útdeila þeir fjármunum til skiptana þannig að við getum sinnt íslensku menningarefni. Ég ekki tryggja það að forsvarsmenn stofnunarinnar leiði ekki til milliríkjadeilu? Jú, þess vegna höfum við í gegnum allt þetta ferli frá því að við tókum sæti núna í vor þegar að RÚV hefur
stjórnin, meirihluti stjórnar hefur tekið málefni Eurovision á fundi stjórnarinnar þvert á það sem ég bjóst við þegar ég tók sæti í þessari stjórn, ég held við varum að fara að tala um reksturinn aðalega, að þá höfum við einfaldlega alltaf bókað að pólitík, hún á ekki heima þarna inni, ef að einhver ætlar að taka utanríkis pólitíska ákvörðun, þá var ég ekki kosin til það sko. Það þar til bær stjórnvöld sem eiga að gera það. Og það þannig að RÚV OHF og það einn aðili sem heldur á hlutabréfinu og það Logi Einarsson, ráðherra, og einhver ætlar að taka einhverja pólitískar ákvarðanir það hvernig á að haga utanríkispólitík Íslands, þá það utanríkisráðherra sem á að gera það og í þessu tilfelli hugsanlega í samráði við hluta. En nú það einhver framkvæmdastjórn sem tekur þessu ákvörðun, þar sem að meðal annars fréttastjóri RÚV, Heiðar Örn Sigurfinnsson, sem að flytja okkur fréttir, reyndar ótrúlega bjagaði fréttir af þessum átökum öllu saman. Þetta algjörlega stjórnlaus stofnun. Já, ég sittandi í stjórninni og þá auðvitað En ég veit að það stjórn það, þið hafið enga stjórn á stofnun. Þetta bara fólk sem gengur bara ég lít ekki svo á að við séum með þannig fjölmiðla umhverfi á Íslandi og búum í þannig samfélagi að við viljum að einhverju pólitíkusar séu inn á kontor hjá fréttastofu RÚV að skipa þeim fyrir verkum. Ég lít ekki svo á að við eigum að vera að gera það. En við eigum auðvitað að þegar að fólk að fara út af stjórnsýslulegu brautinni, eins og ég tel að meirihluti stjórnar RÚV hafi verið að ætla sér að gera þarna, þá verður maður að benda á réttu leiðina og það gerðum við ítrekkað við minnihlutunum í stjórn RÚV og ég vek athygli á því að hingað til hefur stjórn RÚV bara unnið saman sem ein stjórn, ekki sem meirihluti og minnihluti. Það svolítið nýlunda og kom okkur svolítið óvart í minnihlutunum sem við erum farin að tala okkur sem núna þegar að meirihluti stjórnar byrjar að tala svona með þessum hætti. En auðvitað ákvörðun útvarpsstjóra að fara með þetta mál inn í framkvæmdastjórn og koma þar með sína eigin tillögu og ég verð að segja, eins og fyrir mér lítur það þannig út að útvarpsstjórinn hafi bara einfaldlega ekki vilja missa tökin á stofnuninni með því að færa það yfir til stjórnar RÚV að fara að taka ákvarðanir spesifíska dagskrárliði. Hefði ég þá átt að koma með þá tillögu á næsta fundi að hafa Gísla Martein 2 í viku og setja Derek aftur á dagskrá eins og allir vinir mínir voru að senda mér skilaboð að krefjast þegar ég tók sæti í þessari stjórn. Þetta algjörlega geggjuð dagskrá. Heitu heldur, Eggert, hvað þetta að segja? Nú verða þeir fyrir væntanlega tekjutap, þeir geta ekki selt nógu margar auglýsingar í kringum allt þetta Eurovision Bigs og þá þarf að dæla meiri peningum inn í þetta gímald. Hugum minni náttúrulega hjá Gísla Marteini að Eurovision sé ekki lengur á dagskrá. Síðast þegar ég sá hluta af þessu prógrami þá var hann þar og fór mikinn. En ég velti aðeins fyrir mig hvernig þessi stjórnarfundir RÚV eru. Eru þið búin að ræða Byrlunamálið? Það sem að skipstjóra frá Akureyri var byrlað eitur og síma hans stólið. Og hann afritaðurinn á Ríkisútvarpinu? Já, sem var nú frægt viðtal hér hjá þér við Pál Steingrímsson. Ég búið ákveða að stofnunin kannski ber eitthvað ábyrgð þar þó þessi bara að upplýsa sannleikann. BBC, þar segja af sér 2 af helstu ráðamönnum þess gullkálfs sem allar sjónvarpsstöðvar og fjölmiðlar í Evrópu í það minnsta hafa hort upp til og það gera þeir að því að þeir verða uppvísir að fréttafölsunum í óaðskildum þáttum. Búið að ræða þetta í stjórn RÚV. Ég var að velta, hvernig fara þessi fundir fram? Það bara, heyrðu, það nú hægt að spara hérna 50 milljónir. Þurfið þið ekki að huga trúverðuleika þessar stofnunar sem að því miður hefur farið á fallandafæti og mér finnst bara mjög hlutdræg í fréttaflutningi sínum í dag, svo eitthvað sem nefnt. Gaman að skulur nefna þetta vegna þess að þar síðasta stjórnarfundi RÚV, þá borin upp til að félaga okkar í stjórninni sem situr sem varamaður inni fyrir miðflokkin, Svein Óskar, bar akkurat upp tillögu það að við þyrftum eða stofnunin þyrfti að fara í svona óháða úttekt á fréttaflutningi stofnunarinnar í kjölfar þessa BBC-máls. Það var ekki tími til að afgreiða þá tillögu á þeim fundi og fresta og við erum fyrir að takast á við það mál í janúar. Ég tel mjög mikilvægt að stofnunin geri þetta, fái til þess utanaðkomandi aðila, bara einfaldlega til þess að ef þetta ekki satt, að það sé, eins og sumir hafa sagt, að þetta sé mjög svona, halli mjög á ýmsa aðila í fréttaflutninginum, að þá verður þá bara hægt að sanna það með slíkri úttekt. Sko BBC hefur nú verið gagnrýnd, sko. Það engin ríkisfjölmiðill í heiminum sem hefur staðið í öðru eins áróðu stríði
gegn Ísrael og gyðingum eins og Ríkisútvarpið hefur gert í linnulausum fréttaflutningi þar sem að önnur hlið málsins sýnd og birt endalaust? Mér finnst sem stjórnarmanni RÚV þetta eitt af það mikilvægasta sem við þurfum að gera. Vegna þess að það auðvitað hlýtur að vera óþolandi fyrir framkvæmdastjórn RÚV og okkur sem sitjum í stjórninni að sitja undir þeim málflutningi, skilurðu, og svara honum ekki eða gera eitthvað í því að upplýsa málið. Að það sé ekki hlutleysi á fréttastofu RÚV. En hvað þarf að gerast til þess að Ríkisútvarpið ákveða að keppa aftur í þessari skemmti dagskrá? Já, þú vilt bara tala Eurovision. Ég á að vita, ég meina þetta ákvörðun sem tekin, þetta að hafa áhrif, ég var að skoða viðbrögðin við fréttum Jerusalem Post sem mjög virtur miðill í Ísrael og að sjá hvernig brugðist við með því. Þetta eru hlutir sem að muni hafa áhrif hér á landi. Ég skal hundur heita ef að öflugir bandaríkjamenn sem að höfðu hugsað sér að verja hér jólum áramótum eða koma hér á nýja ári. Ég held að þeir hugsa sér tvisvar Ég hef rætt við menn í gyðingasamfélaginu hér á Íslandi sem að telja sér varla vært hérna lengur vegna þess viðhorf sem að eimir af hjá Ríkisútvarpinu og víða annar staðar. Ætlum við 400.000 manna samfélag við nyrsta haf að verða þekkt á alþjóðasviðinu fyrir gyðingaandúð. Já, af hverju förum við líka þessa leið? Það má hvergi vera alþjóðlegur atburður sem við mögulega tökum þátt í án þess að það þurfa að koma með eitthvað pólitískt flækjustig. Það enginn að gera lítið úr þessum atburðum fyrir botni Miðjarðarhafsins. Það sama hvort það handknattleiksmót, það eru ólympíuleikar, það Eurovision, það knattspyrnumót núna í Bandaríkjunum HM í fótbolta í sumar. Af hverju getum við ekki bara fengið að njóta þessara viðburða sem áhuga fólk þetta í friði og pólitíkin bara niður á Alþingi? Af hverju RÚV að draga þetta upp í Efstaldi? Já, ég náttúrulega bara ekki sammála því að það eigi að vera að draga pólitíkina inn í þetta, þannig að ég kannski ekki svarið við þeirri spurningu. En eins og framkvæmdastjórinn, stjórnin rökstuddi sína ákvörðun eins og útvarpsstjóri orðaði það, þá var það ekki út af þessum sjónarmiðum sem að var ákveða að kepp ekki, heldur vegna þess að gleðin væri farin úr keppninni af því það væri svo mikil togstreita hjá þjóðinu hvort við ættum að vera með eða ekki. Þannig að því að þú spyr hvað þarf til að framkvæmdastjórnin skipti um skoðun, þá það væntanlega að gleðin koma aftur inn í þetta. Já, þannig að þú þurfir að finna einhvern mælikvarða á það hvernig gleði mun yfirvinna ógleði. Já, ég myndi halda það til að svara spurningunni þinni, sko. Þetta með hreinum ólíkindum. En Stefán, rétt bara áður að ég sé þetta að fara að hætta. Ég er svo þakkláttur fjármálaráðherra fyrir að hafa upplýst það. Það er of dýrt að vera endurgreidda og ofgreidda skatta. Ég tel mína skatta alla hafa verið ofgreidda. Ég ætla að taka hann á orðinu næst ég sé á lagningarseðilinn. Það er bara of dýrt að vera borgað þetta yfir höfuð. Að vera borgað þessa skatta. Takk að því. Já, það er mál sem með hreinum ólíkindum og við höfum nú verið að taka fyrir hér á þessu vettvangi. Virkilega gott að fá okkur hingað bæði tvö. Ég þarf að snúa okkur að borgarmálunum. Það fer að hitna verulega í kolunum. Þeim vettvangi núna, 16. maí ætlum við að ganga að kjörbólinu í öllum sveitarstjórnum landsins. Unnur Brá, Egil Skúlason, þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Góða helgi. Já, takk. Gleðileg jól. Við erum ekki hætt, eins og ég segi. Við höfum eftir hér áhugaverð viðtöl í lok þáttar. Fannar frá Hipsum Haps, þeirri frábæru hljómsveit. Hann ótrúlegur listamaður sem hefur tekið afdrifaríkar ákvarðanir. En áður en að því kemur, þá það Hildur Björnsdóttir og Einar Þorsteinsson sem ætla að ræða borgarmálin. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Skerðu fituna af útgjöldunum. Cardio. Einfaldari útgjöld. Bensínverð falla á allt og alla, börnin dæla og skemmta sér. Okkar lægsta verð á öllum stöðvum fyrir alla landsmenn allan desember. Atlantsolía, jólastöðin þín. Komið sæl að nýjum. Við þökkum Unni Brá Konráðsdóttur Eggerti Skúlasyni fyrir ágæta yfirferð á fréttum vikunar, stórum og smáum úr ólíkum áttum. En hingað eru komnir góðir gestir, þau Einar Þorsteinsson fyrir fjölmiðlamaður og fyrir borgarstjóri og borgarfulltrúi núverandi og Hildur Björnsdóttir sem oddviti sjálfstæðismanna í borginni. Það verður mikil fókus á borgarmálin næstu vikur og mánuði. Við göngum nefnilega til kosninga þann 16. maí næstkomandi landið vítt og breitt. En auðvitað verður fókusinn eins og oft áður á stærsta sveitarfélagi landsins, því langstærsta. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir.
Þið eru vantilega að gera ykkur klár í bátana. Það liggur endur ekki fyrir hvort að þið verðið oddvitar ykkar flokka. Það á eftir að skera úr það eftir þeim leikareglum sem að flokkarnir hafa sett. Heldur betur. Það hjá okkur sjálfstæðismönnum leiðtogaprófkjör framöndan 24. janúar. Já. Þannig að ég sækist eftir endurnýjuðu umboði sem oddviti sjálfstæðismanna í borginni og svo ein sem hefur lýst yfir framboði en ýmsir nefndir, þannig að við sjáum bara hvað setur í þeim efnum. Það eru miklar sögursagnir um að Guðlaugur Þór Þórðarson fyrir ráðherra hyggist taka annað slag. Hefurðu einhverjar upplýsingar eða einhverjar Ég hef engar upplýsingar eða meiri innsýn en aðrir. Hann tekur bara sína ákvörðun þegar hún liggur fyrir og svo bara eigum við það samtal við sjálfstæðismenn. Undirbúningur hjá þér hafinn fyrir prófkjörið? Já, hann hafinn. Já, þú ert að stilla það af? Algjörlega. Þetta eru mörg þúsund mann sem að mega greiða atkvæði þetta? Já, við erum með stærðarinnar kjörskrá í Reykjavík og það ekkert grín að fara í gegnum prófkjör í sjálfstæðisflokknum í svona stóru kjördæmi, en mjög skemmtilegt líka. Þannig að ég hlakka til. Bara fiðringurinn að vakna upp í mér. Það er ekki bara jólin? Nei, það er ekki bara jólin, sko. Það er kosningafílingurinn líka. Aðeins seinna hjá ykkur að það ekki inn í febrúarmánuð? Jú, 7. febrúar heldum við framsóknar fólk kjördæmisþing sem verður kosið 4 efstu sætin og svo stilt upp rest. Þannig að það er bara spennandi og gott fyrir mig að endurnýja umboðið. Það var uppstilling síðast en ég er bara glaður að fá að fara í kosningu fyrsta sætið og hef náttúrulega gefið kost á mér í það. Það verður engin lýst yfir mótframboði? Nei. Gerur ráð fyrir því að það verði? Ég veit það ekki, þetta er bara lýðræðislegu flokkur og ef einhver kemur og býður sig fram í fyrsta sæti þá náttúrulega tekið því og fer bara í baráttu og það er eðlilegt að þurfa að berjast fyrir því að leiða flokk og það hefur mikið gengið á þessu kjörtímabili og við náðum frábærum árangri síðast, feldum Dag B. Eggertsson úr borgarstjórastólnum, framsóknar fólk, nutum stuðnings borgarbúa við það og hann er nú reynd að koma á þing núna en var hann á fjárlaganefndar? Já, en núna er þetta staðan. Það þarf að vinna aftur borgina og við aðalatrið að stilla upp öflugum lista af fólki sem er tilbúið að berjast fyrir Reykjavík. Hvað er þetta margir sem mega greiða atkvæði á svona kjördæmisþingi? Samkvæmt reglunum er þetta ég held að hámarkið sé 500 manns. Já. Sem væri bara mjög flott ef það yrði slagur og fyrsta sætið, ég hefði gaman að því en við sjáum bara til. Það kemur í ljós, þið eruð í minnihluta, þú varst auðvitað myndaði meirihluta með fólki sem núna mynda meirihluta með öðrum svona hjálparskeifum. Það maður skynjar að það er átakasamt inn í Ráðhúsinu. Auðvitað bæði fjárhagsáætlun fyrir nýtt ár en það er mörg mál sem það sem eldarnir brenna. Er það ekki rétt metið? Jú, það er bara algjörlega rétt metið. Við höfum auðvitað eins og nefnir verið í minnihluta þetta kjörtímabil og reyndar lengri tíma og erum óánægð með mjög margt og að brenna eldar eins og orðað það víða, hvort sem við lítum bara á alla málaflokka, hvort sem það eru skólamálin sem að mér veist reyndar margir núna vera að vakna uppið að séu komin á mjög alvarlegan stað. Það eru leikskólamálin, það eru auðvitað samgöngumálin sem eru núna svolítið í brennidepli, húsnæðismálin og svo auðvitað rekstur borgarinnar. Við erum nýbúin að afgreiða fjárhagsáætlun þannig að hún hefur verið töluvert í umræðunni. Þannig að jú, það eru svona, hvað maður að segja, meirihluti og minnihluti hafa mjög ólíka sýn á nálgun mála. Að hvaða leyti? Að mjög mörgu leyti. Ef við tölum samgöngurnar þá bara núna í vikunni í skipulagsráði fengum við deiliskipulagstillögu frá meirihlutanum Suðurlandsbrautina. Sem við gerum að umfjöllunarefni hér á forsíðu blaðsins í dag. Akkurat. Þar gera þau ráð fyrir að taka 2 akreinar af almennum umferðum af Suðurlandsbrautinni og leggja undir sér akreinar borgarlínu. Ekki nóg með það heldur líka fyrirhugað að taka stóran hluta bílastæða við Suðurlandsbraut í sömu aðgerð. Og verslunareigendur hafa... Já, lóðarhafar, fyrirtækjaeigendur, verslunareigendur á svæðinu hafa lýst mikilli andstöðu við þessi áform og í rauninni ekki fundist einn maður á stangli sem styður þetta. Og það má á það benda að þetta eru fyrirtæki sem til dæmis selja svona stór heimilistæki. Og ég veit ekki með ykkur en ég fer ekki á reiðhjóli að kaupa mér ískáp. Þannig að það þarf auðvitað að vera gott aðgengi að svona fyrirtækjum. Við sjálfstæðismenn erum með breytingatillögu sem við leggjum fyrir í borgarstjórn á þriðjudaginn eða tillögu sem snýr að því að fallið verði frá þessari deiliskipulagstillögu. Vinnan verði hafin frá grunni
og við skoðum hvort ekki megi koma fyrir séragreinum fyrir almenningssamgöngur norðan megin við Suðurlandsbraut. Neðar í dalnum. Neðar í dalnum, já, þar mikið pláss og mætti velkoma þeim fyrir þar. Þannig að manni finnst svolítið og maður upplifði það í skipulagsráði og almennt í umræðu Suðurlandsbrautina og mörg reyndar skipulagsverkefni í borginni að við sjáum fallegar myndir. Og þarna fengum að sjá mynd sem að teiknuðu upp af mögulega svona framtíðar útliti Suðurlandsbrautar og jú, þetta kannski fallegt á að líta en þetta gengur ekki upp í neinum veruleika. Suðurlandsbraut aka í dag ríflega 25.000 bílar á hverju minnsta degi og það að taka helmingin af akbrautunum burt, það liggur bara algjörlega augum uppi að það mun hafa verulega alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir umferð í Reykjavík. En það myndi þá færri bílar aka, maður finnur það bara í borginni bæði að mótni og seinipart að þetta allt í klessu. En það hefur ekkert verið byggt upp núna, eiginlega bara frá aldamótum. Það hefur verið algjört framkvæmda stopp í stoppvegakerfi Reykjavíkur mjög langt skeið og það þarf að vinda ofan af því og fara hér í stórtæka framkvæmdir, það alveg ljóst. Þetta svona dæmi, ég tek bara undir þessa ræðu. Stiðið fyrirgefðu Einar, þessar Nei, við bókuðum sérstaklega þetta mál og gagnrýndum harðlega útfærsluna. Það auðveldlega hægt að hliðra þessu til aðeins til norðurs, vernda bílastæðin. Ég líka tala við hjólreiðafólk sem að hefur sagt að það algjör óþarf að vera með hjólreiðastíga beggja vegna. Það mjög breiður hjólreiðastígur beggja vegna borgarlínunar og við verðum sko ég styð borgarlínu og ég held að hefur svona fundið á hildi að það að byggja upp öflugar almenningssamgöngur lykilatriði því að ná að stilla af umferðarflæðið á höfuðborgarsvæðinu. Byggja göngin, byggja mislæg gatnamót, fara í stoppvega framkvæmdirnar allar, hjólastígar, göngustígar og allt þetta hangir saman og öflugar forgangsræðinar fyrir almenningssamgöngur. En útfærslan af þessu alveg svona dæmi það að hvers vegna fólk á móti borgarlínu. Að það gengið of nærri hagsmunum fyrirtækjana og fólks sem að keyrir á bílum og það algjörlega ástæðulaust að taka öll þessi bílastæði frá verslununum og fyrirtækjunum á Suðurlandsbrautinni og það miklu betra að vinna þetta máli betri sátt en þessir flokkar sem hafa stýrt borginni, Samfylking og Píratar og Vinstri græn alltaf svona dálítið á hnefanum með þessi verkefni og þetta eru viðkvæm verkefni, þau eru grundvallar verkefni fyrir alla borgarbúa og alla sem búa á höfuðborgarsvæðinu en það á alltaf að keyra ítrustu einhvern veginn öfgafyllstu lausnina og fólk bara einfaldlega komið með nóg af þessu. Við fengum nóg af þessu í Framsókn og við munum berjast gegn þessu. Annað varðandi borgarlínuna og þennan samgöngusáttmála að fjármunirnir sem farið þetta eru gríðarlegir. Maður velti líka fyrir sér forgangsröðun núna þegar það á að fara að setja þessa brú við Fossvoginn. Sú brú verður ekki fyrir einkabílinn, hún verður bara fyrir tiltekna ferðamáta. Það þarf að fara að fergja núna Nauthólsvíkurveginn til þess að undirbúa þessar vegaframkvæmdir allar. Það viðbúið að hér verði ófremdar ástand í umferðinni fyrir fólk á einkabílunum hvað næsta áratuginn, 1,5? Sko, ég held að það sé eðlilegt, fyrir ekki gríp orði, ég held að það sé eðlilegt og við eigum frekar að fagna því að hér fari umfangsmikla framkvæmdir í gang. Sæbrautastokkur, mislæg gatnamót við Bústaðaveg, Arnarnesvegur, Sundabrautin sannarlega, ég meina við höfum aldrei komist lengra með Sundabraut en á þessu kjörtímabili og ég held að það hafi nú verið vegna þess að við í Framsókn vorum þar að berjast fyrir því og áttum ágætan ráðherra sem að gera það mál áfram. En þannig að sko, jú, það verður örugglega mjög erfitt á næstu 10-15 árum að fara borgina en það ekki hægt að gera ekki neitt. Og allt spilar þetta saman og ég, því þú nefndir Fossvogsbrúna, sko ég alveg sammála því, það skýtur skökku við þegar við sitjum í biðröðum í bílunum okkar á leiðinni inn í borgina að þessi brú sé ekki fyrir bíla, þetta bara almenningssamgöngur en talaði við Ásdísi Kristjánsdóttur í Kópavoginum sem nú sko hennar fólk á Kársnesinu. Ég ekki viss að það myndi vilja fá alla Hafnarfjarðar og Garðabæjar umferðina í gegnum þröngu göturnar á Kársnesinu og inn í borgina eftir Fossvogsbrú einkabílana. Þú veist, þetta alltaf, það eru hagsmunir allstaðar og við þurfum að bera virðingu fyrir þeim. Þannig að
En það verður að nálgast þessi mála miklu meiri svona skilningi gagnvart hagsmunum íbúa og fyrirtækjana í borginni og ekki alltaf keyra ýtrustulaust. Sko, eins og þú segir, mér langar að grípa hérna inn í að það fara gríðarlega fjármunir í þennan samgöngusáttmála. Þetta eru 311 milljarðar samkvæmt uppfærðri áætlun. Ég ætla ekki að vera hágrátandi yfir því að við fáum loksins einhverja fjármunum frá ríkinu í samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu. Hlutfallslega með að við íbúafjölda hér þá bara veruleg innviðaskuld í samgöngukerfinu á höfuðborgarsvæðinu. Af þessum 311 milljörðum þá fara 42% í almenningssamgöngur, 42% fara í stoppvegakerfið og restin fer í göngu, hjólisteiga, ljósastýringar, umferðaröryggisaðgerðir og slíkt. Núna var ég að skoða samgönguáætlun, nýja samgönguáætlun og þar ég bara mjög svekkt að sjá hvernig fjármunum skipt niður. Og ég auðvitað borgarfulltrúi og gæta hagsmuna Reykvíkinga og þar sé ég að þeir fjármunir sem fara í vegaframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu á næsta ári að meðtöldum samgöngusáttmála. Þetta um 34% af kostnaði, af fjármunum sem fara í þessi verkefni. Hér búa 65% íbúa þjóðarinnar. Þannig að þetta svona verulega skökkmynd. Þannig að mér finnst alltaf mjög sérkennilegt þegar þeir sem að hafa það atvinnu að gæta hagsmuna íbúa Reykjavíkur eða höfuðborgarinnar að kvarta undan því að við fáum loks fjármuni til einhverja verkefna hér. Hins vegar getur okkur greint á hvernig við forgangsröðum þessum verkefnum. Og við sjálfstæðismenn í borginni höfum verið ósátt með forgangsröðun verkefna í þessum svokallaða samgöngusáttmála. Til að mynda höfum við verið ósátt hvað gatnamótinu Sprengisand, Reykjanesbraut og Bústaðavegur, þeim alltaf frestað. Það gríðarlega mikilvæg framkvæmd og við höfum viljað forgangsraða henni framar. Við höfum líka viljað klára allar ljósastýringar strax og svo það Miklubrautagöngin. Af því þú talar að þessi verkefni mun leiða til þess að hér verði allt samgöngukerfið bara lamað. Sannarlega mun Sæbrautarstokkurinn, hann mun lama umferð verulega og ég hef miklar áhyggjur af því og myndi vilja skoða hvort það sé einhverjar aðrar lausnir færar. Stokkurinn mikilvægur til að taka á móti umferðinni frá Sundabraut. En það var mjög jákvætt skref þegar ákveðið var að hætta við Miklubrautarstokk og fara í Miklubrautargöng. Vegna þess að við gangnagerð að þá ekki rask á umferðinni ofanjarðar á meðan. Þú borar bara undir umferðinni? Já, og það verulega mikilvægt skref. Þetta dýr framkvæmd, þetta hátt í 60 milljarðar, en hún öftust í forgangsröðuninni. Þetta einn mikilvægasta samgöngubótin sem við getum fengið á höfuðborgarsvæðinu. En af hverju þetta svona? Þetta bara, það sátu náttúrulega einhverjar aðrir en við sjálfstæðismenn við borðið þegar að bæði sáttmálinn var gerður og svo þegar uppfærslan átti sér stað. En við sjálfstæðismenn myndum gjarnan vilja flýta Miklubrautagöngum, setja þau bara fremst á dagskrá, við getum tekið þau jafnvel út úr sáttmálunum og setja þau í einkaframkvæmd. Það margar lausnir í þessum efnum, þannig að en svo ég kannski bæti því við að lokum að við sjálfstæðismenn erum líka almennt mjög spennt fyrir að skoða enn frekari jarðgangagerð á höfuðborgarsvæðinu og teljum mikil tækifæri í þeim efnum að greiða úr umferð í Reykjavík með því að koma nýjum stoppbrautum fyrir neðanjarðar í einkaframkvæmd með hóflegri gjaldtöku og þannig getum við á einhverjum svæðum jafnvel nýtt landið ofanjarðar með öðrum hætti. Það eru spennandi tækifæri í því. Tek undir það, bara aðeins að leiðrétta það sjálfstæðismenn sátu sannarlega við borðið þegar við uppfærslu á samgöngusáttmálunum. Ekki við samningaborðið, nei. Þeir gerðu það í gegnum fjármálaráðuneytið. Ég að tala sjálfstæðismenn í borgarstjórn. Ég veit það, ég bara aðeins að skjóta á því. Málið það að forgangsröðun þessara framkvæmda, ég algjörlega sammála því og við börjumst fyrir því borgarstjórarnir og bæjarstjórarnir hérna á höfuðborgarsvæðinu að fá einmitt þessar framkvæmdir framar. Mislægu gatnamótin við Sprengisand, við börðumst öll sameiginlega þverpólitískt fyrir því að þau yrðu farið framar. Miklubrautagöngin líka, það var hörð barátta og ég beitti mér mjög þar fyrir því að þessum stokki fyrir Miklubraut yrði breytt í göng og það tókst en fjárfestingageta ríkisins, það var sjónarmið fjármálaráðuneytisins þar, að fjárfestingageta ríkisins væri einfaldlega þannig að það væri ekki hægt að fjármagna þetta fyrr. Og þess vegna fóru þessar dýru framkvæmdir aðeins aftar í röðina og ég styð það mjög að reyna að gera eitthvað svona PPP-verkefni, svona samblanda opinberi og einkaframkvæmd varðandi Miklubrautargöngin og heldur ættum að taka það til skoðunar á næsta kjörtímabili í samtali við ríkið en þetta flókið púsluspil og ég náttúrulega varðandi borgarlínu og hvað kemur að fjármálunum ég held að áætlanir fjölda farþega séu of bjartsýnar
Eins og það hafa alltaf verið. Já, og við höfum bara séð sko bara hvernig þessi BRT, svona borgarlínu verkefni hafa verið innleidd í nágrannalöndunum og víðum heim, að áætlanirnar eru með einhverjum hætti og rekstrarlíkunin byggja á þeim, fjölda innstíga inn í strætóin og sjaldnast gengur þetta nú alveg upp. Þannig að ég held að við verðum að vera viðbúin því að reksturinn á þessu, hann verði erfiður. En þá þarf líka bara að vera með borð fyrir báru og vera með raunhæfar áætlanir og þær hafa ekkert alveg verið það fyrir en bara núna svona allavega þegar kemur á framkvæmdunum núna á síðasta ári þegar við náðum að uppfæra þetta en rekstrarlíkanið ég hef áhyggjur af því sannarlega. Má ég skilja ykkur þannig miðað við þessa umræðu að samgöngumálin verði hitamál í kosningunum? Þau verða sannarlega mikið hitamál og með svona nokkur atriði sem ég væri til að koma inn á líka í tengslum við þetta og því að hann nefnir mikið borgarlínu og styður borgarlínu. Við höfum verið svona aðeins meira efins, við styðjum svona grundvallar markmiðin sem að upprunalega var farið á stað með sem bara að fjölga hér séragreinum, bæta biðskýlin, hafa tíðari ferðir og ég held að þetta séu markmið sem að langflest fólk styður. Svo var hins vegar farið á stað með verkefni eins og borgin gerir reyndar mjög oft og ekki síst undir stjórn fyrrum borgarstjóra Dags B. Eggertssonar og það voru byggðar einhverjar skýjaborgir og þannig verða verkefnin svona stærri heldur en við kannski ráðum við. Það sem ég upplifi að fólk helst á móti þegar kemur þessa verkefni, jú, margir hafa ágjur á kostnaði, en svo það þessi upplifun að það að þröngva fólki inn í hennan faramáta, taka af því þetta frelsi til að velja og að það að þrengja að almennri umferð. Ég vil bara segja það skýrt hér og nú að við sjálfstæðismenn munum ekki styðja að fari verði í uppbyggingu hágæða almenningssamgöngukerfis, hvort sem heitir borgarlína eða eitthvað annað, með þeim hætti að þrengt verði að almennri umferð. Við leggjumst gegn þessum hugmyndum á Suðurlandsbraut. Ég hef heyrt marga íbúa Grafarvogs lýsa yfir miklum og þungum áhyggjum af því að borgarlína hún mun fara yfir Gullinbrúna og þeir hafa áhyggjur af því að teknar verði 2 akreinar af umferðinni þar og þær verði lagðar undir sérakreinar. Það liggur ekkert endilega í augum uppi, það hægt að útfæra það með öðrum hætti. Ég myndi útfæra það þannig að borgarlína myndi bara fara inn í umferðina eins og Strætó gerir í dag og bara blandast almennri umferð yfir Gullinbrúna. En ég ætla að segja það hér og nú að aldrei nokkuð tíman á minni vakt myndi það gerast að 2 akreinar eru teknar af Suðurlandsbraut eða Gullinbrú undir borgarlínu. Aldrei. Ég vil segja það. Mér langar líka að bæta við vegna þess að við vorum að tala kostnaðinn við samgöngusáttmálann. Hann 311 milljarðar eins og ég nefndi hérna áðan. Langstærstur partur kemur frá ríkinu, 87,5%. Það sem minna talað vera 143 milljarðar þar af. Þeir eiga að vera fjármagnaðir með veggjöldum eða einhverjum öðrum hætti. Og þetta á að gerast 2030 samkvæmt uppfærðum samgöngusáttmála. Nú hefur ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur ekkert sýnt á spilin með þetta. Ætla þau að koma með löggjöfin í þingið sem gerir ráð fyrir því að hér verður lögð á veggjöld á höfuðborgarsvæðinu eða ætla þau að fjármagna þetta með einhverjum skattahækkunum á heimilin eða hvað planið? Við höfum ekki heyrt hvað planið í þessum efnum eða hvernig ríkið, já ég hef kallað eftir svörum á fundum og við ættum auðvitað og ég beði svona mitt fólk í þinginu að fara í fyrirspurnatíma og kalla eftir svörum. Þetta risastór spurning og þarna hef ég þessar áhyggjur af því að það sé búið að reisa þessar skýjaborgir og gefa öllum vonir og væntingur það að hér sé að fara á stað einhverja mikla framkvæmdir og svo verði þær ekki fjármagnaðar. Og það sem ég sé líka nefnilega í samgönguáætlun að við erum að fá einungis hluta af þessum samgönguverkefnum sem eru á áætlun fjármagnaðar. Einungis hluta fjármagnaðan. Þannig að það sem að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu þurfa að gera undir hatti betri samgangna að taka lán fyrir framkvæmdum á höfuðborgarsvæðinu á næstu árum. Þetta verða 4 milljarðar á næsta ári og þetta fer vaxandi með hverju árinu sem líður, þannig að hér verðum við búin að skuldsetja okkur verulega fyrir samgöngubótum á höfuðborgarsvæðinu sem önnur sveitarfélög í landinu þurfa ekki að gera. Og við getum settið uppi bara verulega skuldsett ef að ríkið kemur ekki inn með þessa fjármuni sem hefur verið lofað. Annað sem má nefna í þessu, ég ekki ósammála þessu, Keldnalandið á að koma inn sem tekjur af því, tekjur af sölu byggingaréttar eiga að renna einmitt til fjármögnunar samgöngusáttmálans. Og ég á eftir að sjá það að borgin, það þarf að byggja þarna nokkra grunnskóla og leikskóla og alla innviði. Borgin getur ekki staðið undir því ein og sér, þannig að tekjur af þessu landi hljóta þurfa að fara inn í uppbyggingu þessara innviða til þess að fólk geti búið í nýju hverfi á Keldalandinu. Þannig að ég óttast að þetta tekjurnar af Keldnalandinu séu ofmetnar
vegna þess að þær gera ekki ráð fyrir því að það þurfa að byggja þessa innviði og ég meina sveitarfélögin fjármagna sig með sölu byggingaréttar og við getum svo sem farið út í það hvort að það eigi að vera þannig en það nú bara staðreyndin og þarna eru milljarðatugir sem á eftir að finna út úr hvernig verði leystir. Ég nefnilega tek undir þetta, sáttmálinn gerir ráð fyrir að 50 milljarðar fáist fyrir sölu á Keldnalandinu. Ég hef ágjörð þessu sama á Einar, hvernig á að standa innviðauppbyggingu og hver á að fjármagna hana. En ég hef líka ágjörð af því að hvort það fáist bara raunverulega 50 milljarðar. Það kallar á verulega mikla uppbyggingu á svæðinu og nú sýndi meirihlutinn í haust á spilin það hvernig byggð þau sæju fyrir sér þarna í Keldnalandi og þá erum að tala 12.000 íbúa en aðeins 2.230 bílastæði. Og það sér það hver maður og það gengur auðvitað ekki upp og allar síst svona austarlega í borginni. En ekkert að gera þetta bara eins og í Vogahverfinu og taka bara innviðagjöld og öll þessi gjöld og sleppa svo bara byggja innvið? Það nefnilega mikið tekið í borginni og það sem við sjáum að borgin að taka þessi byggingaréttagjöld og innviðagjöld og nota þau til að stoppa í gatið í rekstrinum og byggja svo ekki innviðina sem á að byggja fyrir þessa fjármuni og þessu kvarta uppbyggingaraðilar verulega undan. Sko þetta málið það, við erum hérna að lýsa yfir alls konar áhyggjum af því hvert verið að stefna með þessi mál og ég hins vegar þeirra skoðan og ég vil að þeir sem eru að horfa viti það, við verðum að gera þetta samt. Við verðum að byggja hérna upp alvöru samgöngukerfi, hvort sem það er fyrir einkabílinn eða almenningssamgöngur og við verðum að byggja á Keldum og við verðum að byggja í Úlfarsárdal og við þurfum að fara að drífa okkur í það að skipuleggja Geldinganesi líka og það þarf að keyra áfram Sundabraut og vinna það mál í eins mikilli sátt við íbúa og hægt að velja göng eða brú og maður nú svona farin að hallast að göngum og þá þarf að tefja verkefnið aðeins vegna þess að mér sýnist nú útfærsla Vegagerðarinnar að vera í þá áttina að það verði freka brú en göng og ég og það er bara af því að ég hef verið að fara á þessa íbúafundi og ég heyri hvernig fólki talar íbúar sem vilja held ég frekar göng en við þurfum að leyfa þessar umræðins að þroskast en aðalatrið það, við verðum að hafa sýn fyrir Reykjavík hún er í gríðarlegu uppbyggingafasa og fólk er komið með nóg af þéttingu byggðar, fólk er komið með nóg af umferðartöfum, fólk er komið með nóg af því að það sé verið að predika yfir þeim að þau eigi bara að lifa lífi sínu með einhverjum öðrum hætti heldur en að þau raunverulega vilja og það þýðir það að við þurfum að byggja austar í borginni, fara inn á ný svæði og það er krefjandi og það er kostnaðarsamt en ef við ætlum að byggja Reykjavík upp í sátt við íbúana þá verðum við að taka þær ákvarðanir. Þannig að þetta er svona bara stutta svona loka punkturinn. Það verður að skipta meirihluta í borginni, það verður að gefa samfylkingunni frí af því að meðan hún er í meirihluta þá breytist ekki neitt. Láttum við þekkja það. Þú hefur reynsla á samstarfi við þau, en talandi innviðauppbyggingu, við fluttum fréttir af því núna í vikunni að leikskólinn Brákarborg sem var afdankað verslunarhúsnæði á fallegum stað í borginni. Það var tekið og því var umbylt í leikskóla og Dagur B. Eggertsson fekk grænu skófluna fyrir það umhverfis afrek allt saman. Síðan kemur í ljós að þetta hús er að hruni komið. Það er komið 3.200 milljónir í þetta verkefni. Og ég ætla bara að leyfa mér að spyrja, er ekki á einhverju tímapunkti sem að menn baka sér bara einhvers konar refsiábyrgð fyrir slíka meðferð á fjármunum almennings? Þetta er auðvitað sorgarsaga frá upphafi til enda og við sjálfstæðismenn... Er það rétt orðið yfir það, Það eru til mörg bara orð yfir það og margs konar harma kvein sem að geta gripið í, Stefán. En við sjálfstæðismenn lögðum fram fyrirspurn í skipulagsráði uppsafnaðan kostnað við þessa framkvæmd, fengum svarið einmitt núna í vikunni sem að þú nefnir, þessi 3,2 milljarðar. Og þá er svona líka freistandi að spóla hans aftur í tíman í forsögu málsins. Og ég þekki þetta hús nefnilega alveg ágætlega vegna þess að fyrsta íbúðin sem ég keypti mér var í Sæviðasundi og ég horfði á húsnæði Adams og Evu sem þá var út gluggann hjá mér. Þannig að ég var nú svolítið hissa þegar við fengum það á borð til okkar í borgarráði á síðasta kjörtímabili að kaupa ætti þetta hús og opna þar eða hefja starfsemi í þessu húsi leikskóla. Það sem að, því þú segir svo kemur í ljós að ástandið var slemmt, það var alveg ljóst áður en húsið var keypt að ástandið var slemmt. Við sjálfstæðismenn samþyktum ekki þessi kaup og við bókuðum raunar við afgreiðsluna að ástandsskýrsla sýndi fram á slæmt ástand.
Húsið, þetta voru 2 hús, þau voru keypt þarna á ríflega 600 milljónir. Kostnaðarmat benti til þess að framkvæmdir myndu síðan kosta aðrar ríflega 600 milljónir. Þannig að þarna var ljóst að þetta yrði hátt í 1,3 milljarðar samanlagt sem myndi kosta að kaupa húsnæðið og breyta því í leikskóla. Svo eins og alltaf í borginni að þá farið fram úr áætlunum og málið fer í útboð og lægsta tilboðið tekið og það hátt í milljarður. Þannig að það strax komið töluvert yfir þessa frumkostnaðaráætlun. Svo bara vindur málið upp á sig og verður sífellt dýrara og svo þetta gerist að það flutt inn í þennan leikskóla fyrr heldur en húsnæðið var tilbúið og bara nokkrum mánuðum síðar vera að koma í ljós að það eru sprungur í veggjum og hurðakarmar eru skakkir og annað og loks flytur leikskólinn þarna út og maður hugsa bara guði sé lof að þakið hreinlega hrundi ekki á leikskólabörnin sem að þarna voru inni. Þannig að þetta auðvitað gríðarlega alvarlegt mál og þess að mér finnst auðvitað alvarlegast af öllu, ég meina auðvitað gríðarlega alvarlegt að sólunda öllum þessum fjármunum í þetta verkefni, en mér finnst svo alvarlegt að hafa sett öll þessi börn og þetta starfsfólk í þessa hættu. Og við fengum skýrslu frá innri endurskoðun sem fór yfir þetta mál og þar eru þetta margvíslega mjög alvarlegar athugasemdir. Það er ekki öll kurr til graf með kostnaðinn. Nei, framkvæmdin ennþá í gangi, já, þetta er ekki allt komið fram og bara, já það hlýtur að vera og í borgarráði bara í gær að þá var verið að óska eftir í rauninni eftir á fjárheimildum upp á 200 milljónir fyrir þessum framkvæmdum sem þá inn í þessum 3,2 en framkvæmdum ekki lokið og þetta verður eflaust meira. Þannig að þú séu ekki hvernig það var fyrir mig að vera borgarstjóri og þetta alltaf að væla Einar, taktu nú bara ábyrgð. Alltaf að minna þig á að hann hafi verið borgarstjóri. Ég get tekið ábyrgð á ýmis konar málum en þegar ég fekk símtalið, heyrðu það gerir hrynja ofan á börnin þarna í leikskólanum. Maður spurði sig bara hvað voruð að gera hérna á síðasta kjörtímabili. Þetta var náttúrulega ákvörðun sem var tekin á síðasta kjörtímabili og sko þau fara í það að kaupa þennan hjall og það liggur alveg fyrir að það á að hreinsa allt nema burðarvirkið. Í skýrslu innri endurskoðunar sem var sett af stað í minni tíð þegar við fréttum af þessu að þá kemur í ljós að það var ekki skoðað. Burðarvirkið var ekki skoðað. Ástandsmetið. Það var það eina sem við vorum að kaupa. Þau keyptu þetta á ríflega 600 milljónir eða já, meira, 700-800 með lóðinni og eitthvað svona. Það kostaði 1,5 milljarð að endurbyggja það og svo kemur þetta upp og það kostað núna 500 milljónir sem hafa farið í að byggja það að nýju og það er ekki útilokað að það verði ennþá meiri kostnaður. Félagi minn Einar sveitarstjóri í Vík í Mýrdal byggði 60 barna leikskóla á síðasta ári fyrir 475 milljónir. Bara viðgerðin á Brákarborg kostar jafn mikið nú þegar og þeim eru ekki lokið viðgerð á nýju uppgerðu húsi. Og svo hver náttúrulega ábyrgð? Já, en þetta er pólitík. Þetta er ekki bara klúður í ykkur byggingaverkefni. Annað dæmi svona pólitík sem að ég kann ekki við og mér finnst algjörlega ábyrgðarlaus og þetta er samfylkingapólitík og þetta er píratapólitík og vinstri grænna pólitík að fara í það að í nafni einhverja loftslagsmála að ábyrgðar borgarinnar í loftslagsmálum við erum hérna hreinasta land í heimi með endurnýjanlega orkugjafa, jarðhitann og vatnsaflið og komin langt fram úr öllum þjóðum í heiminum þegar kemur að sjálfbærni í þessum málum að þá fara þessir aðilar í það annars vegar að fækka bensínstöðum í nafni loftslagsmála bensínstöðar sem að þegar rafmagnsbílasalan var að fara langt fram úr bensínbílasölu árlega þá var og þetta er auðvitað náttúruleg þróun bara bensínstöðunar hefðu hætt hvort sem og þá farið í það að gefa þeim byggingaréttinn til þess að breyta þessu í íbúðarhúsnæði. Þetta hefði bara gerst náttúrulega, það hefði ekki þurft að fara í þetta verkefni. En í nafni loftslagsmáluna þá var ákveðið að gera það. Þetta er líka þannig mál, Brákarborg, að það átti að sýna það markanum, byggingageranum, að borgin gæti, af því hún er svo klár, endurbyggt gamalt hús, breytt í leikskóla með mjög svona grænum áherslum og grænum sjálfbærum byggingaraðferðum og gert það bara hagkvæmt og vel. Þetta er niðurstaðan. 3.200 milljónir fyrir leikskóla, þetta er bara glæpur.
Þetta ótrúlegt ábyrgðarleysi og byggingaréttargreiðslurnar í bensínstöðvamálinu eru þannig líka. Þannig eru hagsmunir, innri endurskoðun gerði líka úttekt á bensínstöðvamálinu og hagsmunir niðurstaðan þar var sú að borgin lagði ekki mat á virði byggingaréttarins og hagsmunina sem voru undir og þess vegna fóru menn inn í þetta verkefni og samningsviðræðurnar við bensínstöðvarnar eða olíufélögin með bundið fyrir augun. Og þetta bara svona einhver pólitík sem að mér finnst ábyrgðarlaus. Við eigum að hugsa eigur borgarbúa og hagsmuni þeirra fyrst og fremst, en ekki þjóna bara einhverju eigin pólitísku agenda til þess að láta sig líta vel út í augum einhverja alþjóðastofnana út í heimi. Mér finnst svo ég fari aftur inn í skýrslu innri endurskoðunar Brákaborg, að þá komu þar fram margar athugasemdir, en ein þeirra fannst mér eiginlega best og það var kannski minnst látið með hana, en þar bendir innri endurskoðun á að borgin á það til og þá sérstaklega í þessu tilfelli að byrja á hönnunarferlinu, byrjar á að fara jafnvel í hönnunarsamkeppni eða fá okkur að færa arkitekta til að teikna upp hugmyndir. Svo kemur auðvitað hleypur kapp í skapandi fólk og það vill hanna eitthvað æðislega fallegt. Svo spurt hvað þetta kostar eftir á. Og mér finnst þetta mjög góð athugasemd því þetta sjáum við mjög víða í borgarkerfinu. Það var líka farið í hönnunarsamkeppni nýjan skólabrú á Vogahverfinu og það var enginn sem spurði fyrirfram hvað hann mætti kosta og þar sjáum við glæsilega skólabyggingu sem einhvers konar brú. Þetta verða ekki minna en 6 milljarðar eða eitthvað slíkt. Þetta verða líka 10-11 milljarðar. Já, þú veist, einmitt, bara eflaust En það spurði enginn fyrirfram hvað þetta kosta. Verklagið sem að borgin þarf að temja sér að setja sér budget, svo ég noti vonda íslensku, kostnaðaráætlun, bara strax í upphafi, svo farið að hanna. Kostnaðarramma og svo fær fólk að hanna innan þess ramma. Og mér finnst þetta góð athugasemd til innri endurskoðun, hún á við í þessu máli og fjölmörgum öðrum, hún á við borgarlínuna líka og mörg verkefni. En þetta Brákaborgarmál þyngra en tárum takið. Þetta og þess vegna spyr ég refsi ábyrgð, hvort að menn geti einfallega gengið svona opinbert fé. Rétt í lokin, að því að við höfum talað lengi saman, það styttist í kosningarnar. Hver verða svona 3 stærstu málin? Hvar náið þið til hjarta borgarbúna? Hvar munu ólíkir flokkar helst takast á? Það á þessum sviðum sem við höfum rætt? Ég held að, mér finnst það mjög skýrt af samtölunum við borgarbúa. Þeir leita mikið til okkar og eru mikið í sambandi og mér finnst línurnar mjög skýrar hvar þetta liggur. Það eru miklar áhyggjur af samgöngumálum og þá get ég tala bara umferðarvandann sem við mörg upplifum á degi hverjum og bílastæðastefnu borgarinnar. Þannig að fólk mikið að kvarta undan þessu. Það eru auðvitað húsnæðismálun og svona þessi skipulagsmál. Fólk bara komið algjörlega nóg að þessari skipulagsstefnu sem hefur verið keyrð hér í Reykjavík. Þessi þétting sem hefur verið svolítið með þeim hætti. Einar fór yfir það áðan að hér þurfum við að fara að huga því að skipuleggja í eystri byggðum borgarinnar og Geldinganesið og Kjalarnesið og þarna erum við algjörlega sammála. Þessi meirihluti hefur verið meira að leggja áherslu á að skipuleggja íbúðahverfi þar sem atvinnusvæði eru. Rekja hérna burt fyrirtæki. Við höfum séð þetta gerist í Skeifunni, Ártúnshöfðanum og víðar og nýjustu hugmyndir sem við höfum séð að það eigi að rekja Sundahöfnina í burtu og skipuleggja íbúðabyggð þar. Sem eru auðvitað algjörlega galið og við munum alltaf leggja skegn. Þannig að þetta eru þessi mál og svo eru þetta alltaf skóla- og leikskólamálin. Og ég finn núna, meira en áður, leikskólamálin eru búin að vera heit lengi en það verið í lamasessi, en ég finn núna aukin áhuga og auknar áhyggjur almennings á skólamálum. Eðlilega. Einar, tekur undir þetta? Já, ég tek undir þetta. Mér finnst þetta að fara aldrei eftir við hvernig þú talar. Þegar ég sit með ungum Reykvíkingum, þá talaði mikið húsnæðismálin. Og þau horfa í augun á manni og segja, veistu, það útilokað fyrir mig að komast inn á fasteignamarkaðinn. Þannig að ég held að húsnæðismálin skipti gríðarlegu máli og þar verðum við að breyta kúrs. Ég held að samgöngumálin skipta auðvitað miklu máli en ég tek undir það að nú þegar við erum ég held að við erum að horfa á borgarmálin í aðeins stærra samhengi heldur en bara eitthvað svona einstaka málaflokka. Við heldum við erum að horfa á Reykjavík og í raun og veru höfuðborgarsvæðið allt og átt okkur á því að við erum hérna eitt samfélag þar sem að samfélagsgerðinni hefur verið breytt á undanförnum 10-15 árum. Við erum allt í einu komin með 4. íbúa í Reykjavík af erlendu bergi brotin.
Það reynir á skólakerfið og af því að þú segir skólamálin hafa verið að fara, grunnskólamálin hafa verið að fara í meiri fókus og ég held að það sé sko hluti af svona stærri samfélagsbreytingu. Að það reynir á skólastofuna, kennarana að vera með svona fjölbreytta bekki og við þurfum að ráðast í aðgerðir til þess að létta þeim létta þeim starfið, hjálpa börnum af erlendum uppruna að læra íslensku betur. Að gera börnunum kleift að ná meiri árangri, draga fjölskyldurnar betur að skólastarfinu þannig að þau séu betri færum við að taka þátt og hjálpa sínum börnum. Húsnæðismálin eru líka liður í þessu. Við sjáum það að stærstur hluti innflytjenda á leigumarkaði og þau eru með lægri laun heldur en við sem rekjum ættir okkar til Snorra Sturlusonar. Og smátt og smátt erum við að horfa fram á það að að verða 2 þjóðir hér í þessu landi. Annars vegar Íslendingar sem eru fæddir hér og eiga ættir aftur í landnám og svo aðflutt fólk sem lágtekjufólk, talar verri íslensku og á minni tækifæri í samfélaginu. Og þetta uppskrift af sundrungu og óstöðuleika og graf alvarlegt. En borgin getur beitt sér til þess að leysa þessi mál. Hjálpað skólunum að ráða við þetta, styðja við það, kenna foreldrunum íslensku, kenna börnunum betur íslensku, ráðast í aðgerðir til þess að fjölga íbúðum í byggingu og þannig að þú veist ég og á mörgum öðrum stöðum efla íþróttastarf, draga börn af erlendum uppruna inn í íþróttastarfið. Þetta svona stóra samfélags áskorunin sem ég horfi á og þetta ekki bara ríkið sem á að taka við þessu. Borgin hefur hlutverk að gegna að búa hérna til gott samfélag. Þannig að ég svona, þetta kannski stórt svar við einfaldri spurningu en við verðum að átta okkur á því hvert erum við að stefna sem samfélag. Þetta staðfestir bara það sem að ég hef lengi haldið fram hér í dag að það styttist í kosningar. Ég vona að Heiða Björk Hilmisdóttir fara að láta því að verða mæta hér í þáttinn. Ég hef gert margar tilraunir til að fá blessaðan borgarstjórann hingað, það kannski kemur að því. Kosningar 16. maí, hún kannski fer að verða seina að mæta hingað sem borgarstjóri. Það verður að koma í ljós. Einar Þorsteinsson og Hildur Björnsdóttir, takk fyrir komuna. Takk svo vel. Við erum hins vegar ekki alveg hætt hér á þessu góða vettvangi því ég ætla að ræða Fannar í Hipsum Hafs. Hann tók afdrifaríka ákvörðun í lok nóvember, tók tónlistina sinni út á Spotify. Ég er ekki ánægður með það. Ég ætla að spyrja hann úr einmitt það. Klæddu bygginguna í stíl með álklæðningu frá Límtré Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntu möguleikana á limtrevírnet.is. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slísabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæl að nýju. Við þökkum Einar og Hildi fyrir þetta áhugaverða samtal borgarmálin. Það styttist í kosningar og við hlökkum til samfylgdarinnar við ykkur í gegnum það ferli allt saman. Það er nú eitthvað sem við kunnum orðið vel. Hingað hins vegar kominn góður tónlistarmaður, Fannar Ingi Friðþjófsson sem er kenndur við Hipsum Hafs. Hann sendi frá sér tilkynningu núna í lok nóvember þar sem hann tilkynnti aðdáendum sínum að hann hefði keypt tónlistinni sinni út af Spotify. Það hrukku margir við því að hann á sér diggan aðdáendahóp og ég taldi nauðsynlegt verandi í þeim hópi að fá hann hingað í þáttinn og spyrja spjörunum úr. Ég auðvitað alls ekki fyllilega sáttur við þessa ákvörðun en hún á sér skýringar. Blessaður. Blessaður. Þakka fyrir að koma í spursmál. Já, takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir að hlusta. Já, ég held að ég hef fengið meldingu hér á Spotify mitt það að ég sé í hópi þinna allra diggustu aðdáenda og var á mjög skemmtilegum tónleikum daginn í Hörpu þar sem að þið Pálmi Gunnarsson leiddu saman hesti ykkar. Það voru skemmtilega útfærið tónleikar, komu verulega óvart. Já, takk fyrir það. Það var líka bara öll sú sería var bara virkilega skemmtilegt ferðalag og bara lærdómsríkt að kynnast þessum kanónum sko. Pálmi og Bjartmar og Ragga og Ellen. Magnað fólk. Magnað fólk. Já. Og bara miðlega mikillir reynslu. Heldur betur.
Þú sendir frá þér tilkynningu á Hipsum Hubs 24. nóvember það að þú hefðir tekið músíkina út af Spotify og það í tengslum við gerð nýrrar plötu, Algrím hjartans, sem ekki ennþá komin út. Nei. Hvað gengur hér á? Sko, í stuttumáli þá hefur þetta alltaf verið þannig í rauninni að maður tekur upp plötu og gefur hana frá sér fyrir kannski mjög lítið endurgjald og svo eru kannski allar afleiðurnar sem að greiða upp kostnaðinn á svona plötu. Ég bara persónulega, ég er nú búin að gera 3 plötur og ég er bara búin að komast að þeirri niðurstöðu að ég kannski ekki alveg tilbúin í það að vinna launalaust í 6 mánuði, greiða öllum öðrum í kringum mig laun, leggja út bara, hátt í 10 milljónir, segjum bara, og gefa síðan bara vöruna frá mér, leyfa öllum að pikka í hann og pota og gagnrýna mig. Og eins og ég hef sett upp dæmi, ég setti fyrir síðustu plötu, að þá nú bara stórir tónleikar munu koma mér á nullið. Og það ferli eitt og sér bara fór ekkert sérstaklega vel með mig, sko. Og ég var svona að fara að endurtaka leikinn með þessa plötu og ákvað bara, og ég er búinn að ákveða, ég ætla bara ekki að gera það þannig. Það þá, þegar þú talar afleiðu, þá það þannig að þú segist gefa tónlistina, þá það, þú setur þetta út á þessar streymisveitur. Já, og það sem tekjumyndunin verulega takmarkuð. Já, mjög takmarkuð, og þú veist, bara að taka fram að það er engin mondur kall í þessari umræðu, sko. En Spotify er bara markaðsráðandi vettvangur til þess að hlusta á tónlist á Íslandi og eins og þau setja upp sitt, svona tekjulíkan til listamanna, að þá erum við bara ekki einfaldlega nóg mörg, sko. Þú getur hugsað þetta þannig að það er bara ein spilun er hálf króna. Fyrir skatta og gjöld. Þannig að ef að lagið er streymt 1.000.000 sinnum, þá er það 500.000 krónur og kannski, ég veit ekki, 300.000 krónur eftir borgaði og já, þú veist, bara hljómar þetta ekki bara frekar basic, það er bara ekki sjálfbært, sko. Eins og þú, með þessar 3 plötur, þú öðlast mikla vinsældir á síðustu árum, voru það bara tekjurnar sem kom í gegnum Spotify, voru þetta bara talið í tugum eða 100.000 yfir heilu árin? Já, þetta eru kannski einhverju 100 áskallar, sko. En þetta er ekkert þess að tala þú veist, í samhengi við. Þú veist, þú ert svo lengi að vinna upp kostnaðinn á plötunni. Þú veist, aftur bara, segjum að plata kosti 10 milljónir í framleiðslu, þá þarftu í raun og veru 20 milljón spilanir til þess að komast á nullið. Og það, þú veist, við erum bara 400.000 mann sem að tölum íslensku og ég skrifa mitt á íslensku og þess vegna er það bara náttúrulega bara svolítið hark, sko. Og þú veist, þetta er bara búin að eðlileg þróun, skilur. Ég meina, þú veist, ég fætti 91 og bara stal tónlist á netinu og þú veist, bara bylti ekki börnin sín og allt það. Þú komin heim yfir borðið? Já, nú er komin heim yfir borðið, bara svona, þetta er ekki sjálfbært. Þannig að það vantar eitthvað svona, þú veist, Spotify er sennilega ekki að vera að breytast. Þannig að þú veist, þá vantar eitthvað svona pínu hugsjón eða það bara, þú veist, hvernig þetta er Ísland að bregðast við þessu, hvernig samfélagi að halda utan sitt listafólk. Þannig að við getum haldið áfram að gefa út nýja tónlist á þess að sé svona mikil fjárhagsleg áhætta á bak við það. En erum við ekki með kerfi til þess eins og listamannalaunin, þar sem að starfslaunin eiga að dekka einhverja vinnu af þessu tagi? Jú, ég meina, þú veist, og listamannalaunin eru bara mjög umdeild og þú veist, það er bara fyrir eftir umsókninni, hvernig hún er sett upp og alls konar svona geðþóttamat í því og þú veist, ég til dæmis gat ekki sótt listamannalaun fyrir næsta ár vegna þess að ég var of tekjuhár á þessu ári, bara í öðrum störfum. En til þess að eyða einhverju þannig út, þá þú veist, það er náttúrulega 25% endurgreiðsla á hljóðriti, framleiðslu á hljóðriti og öllu svona því tengt. Þú veist, ég væri bara til að sjá þá prósentu hækka upp í 50%. Og þú veist,
við kannski bara erum bara þannig samfélag bara að við hugsaum vel okkar fólk og svo bara, þú veist, allar, eins og ég segi, bara allar afleiðunar í kringum nýja tónlist, bara einhver gefur út plötu og hann heldur útgáfutónleika, bara það getur við allt frá 100 manns upp í 1000 manns og þú veist, í kringum það, bara 1 króna verður á 10, þú veist, fólk fer í klippingu og fólk fer út að borða, þú veist, við erum bara að hreyfa hagkerfið ógeðslega vel á nýrri útgáfutónlist og En þú talar einmitt þessar afleiður og þaðan komi tekjurnar til tónlistarmannana sem að... Bara gig og textaverk og stjúðun alltaf vínillinn, skilurðu, en þú veist, og það allt auka vinna, þú veist, og ég bara til að fá aðeins meira greitt fyrir bara tónlistina mína ein og sér en ekki þurfa að selja ykkur stuttermabóli til þess að, þú veist, það bara allt annað dæmi, skilur við. Já, það leið sem að mjög margir tónlistarmenn hafa einmitt farið og þetta verður, ef maður velti fyrir svona markalínum, markasetningar og listsköpunar, því að tilfinningin svo að það sé ekki endilega alltaf bestu tónlistarmenninni sem að ná í gegn, heldur fólk sem að kann að markasetja sig að búa til karaktera sem að smjúga í gegn og ná til unga fólksins í grunnskólunum og menn höfðu nú Eurovision það til nýlega til þess að búa til slíkan veruleika. Já, ég meina, þú veist, það snýst allt svo mikið vinsældir í dag og verður með stórt plattform og virka samfélagsmiðla og þess áttar. Ég tók þá ákvörðun bara strax í upp að ég ætla ekki að reyna að vera einhver samfélagsmiðla stjarna eða vinna mikið með samfélagsmiðla. Þú veist, þannig að ég loka þá fyrir þá tekjulind að geta fengið bara pening fyrir það að renna bílnum mínum gegnum einhverja bónstöð, skilur við. Allt þetta, það sem er kallað product placement á... Já, það. En ég veit ekki, þú veist, það náttúrulega umfjöllun tónlist mætti náttúrulega vera betri á Íslandi, umfjöllun menningu. Þú veist, hér áður fyrir varst að kannski voru menn að fá kannski 7 plötudóma og núna kannski þetta að fá 1,5. Við erum með öfluga menningadeild hér sem að ríkisstjórnin er að reyna að drepa. Já, þið eru bara í góðum málum hérna, skilur við, en get samt alveg gert betur, ég ætla bara að kasta því í borðið. Komum því yfir á rétta menn hér inni. Já, en aftur er það bara svona einhverju markaðssetningu, þú veist, ef að tónlistarbransin í dag er bara að veluna svona commercial talent, þú veist, ég veit ekki alveg hvað mér finnst það. Mér finnst þið kannski svolítið vera að einskora okkur við einhvern ákveðin hljóðheim. Þessi þetta vísi fólk sem er commercial talent myndum þýða það sem bara markaðsdrifin tónlistarframleiðsla eða eitthvað slíkt? Já, bara, þú veist, hvað ég segja, það er munur á listafólki eins og, hvað ég segja, bara James Blake og síðan Drake, skilur ef ég er að sletta eitthvað, það munur á listafólki svo, þú veist, þeir sem að fá virkilega mikla útvarpsspilun og þeir sem eru kannski með meira erfiðari tónlist eða lengri lög, eða fattar þú, ég er bara að tala mainstream og Erum við að tala arti, MC Gauta og Hipsum Haps? Já, ég held að það sé bara kannski, þú veist, ágætisleið til þess að kjarna. Lýsa mununum. Og bara ég elska Gauta. Gauti er bara frábær og bara sjúklega duglegur og hann bara gerir það sem hann þarf að gera til að þrífast í þessu og kannski hefur Gauti þróast í þessa átt vegna þess að það er bara erfitt að fá tekjustreymi í gegnum hljóðritið. Og þannig að þetta sem ég er að tala bara segjum bara hærri endurgreiðsla og gera bara alla tónlistar sem er vaskskylda, þú veist, það myndi, allir myndu vinna, sko. Og ég hugsa að hann sé að við erum öll bara, ég er að tala ég held að við bara á sömu blaðsíðum þetta allt saman, sko. Og líka bara ég geti sagt við ykkur unga stráka sem kom á tónleik og eru bara hvernig skrifar lögin þín maður og bara við elskum að hlusta þig og hlustum þú veist, bara hvernig fer það að þessu? Og þá fæ ég alltaf bara bara að fara í háskólastrákar. Velja ykkur eitthvað annað. Bara ekki gera þetta. Og það svona sló mig svolítið eftir eina tónleikana því ég var farin að vera bara mjög svona myrkur í máli við ykkur vestlóstráka sem vildi bara fara að gera tónlist. Að ég var bara sorry, ég get ekki skýlt ykkur fyrir þessu, en bara svona er þetta. Og það er svona,
en mér svolítið andum að bara opna, þú veist, bara umræðina og mér skaman að hafa fengið sterk viðbrögð og vera hérna að ræða þetta. Þannig að við getum hérna tekið eitthvað skref, bara mjög svona kerfisbundið í það hérna gera tónlistarútgáfu, bara aðlaðandi. Og þú segir sko þangað til nýja útgáfun, eða þess að þar til að vera búin að fjármagna plötun Algrím hjartans, þá verði tónlistin ekki aðgengileg á Spotify eða öðrum streymisveitum og síðan svo býður fólki upp á að styrkja verkefni frá 5.000 krónum upp í 1.000.000. Hvað gerist þegar að búið að fjármagna þetta? Birtist á músíkin aftur á Spotify? Get ég þá tekið gleði mín á ný? Hvað þarf ég að millifæra mikið? Við sjáum til. Það liggur ekki fyrir? Við verðum að hafa svona spennu á milli mín og þín. Ég ætla að fara úr millifæra hérna. Hvað á ég mikið inn á reikningnum? Annaðið þessu sem að því að maður hefur séð svona slægi tekna Taylor Swift hefur tekið slag við Spotify og Dolly Parton og fleiri. Það erfitt að stöðva tímans þunga nið. Spotify orðið eins og risi. Ekki hætt við að tónlistamenn, jafnvel hinir frægustu að þeir bara gleymist. Það sé nánast eins og að strika yfir nafnir í sögunni ef að þeir ekki aðgengilegir á þessum helstu vettvöngum. Þú veist. Nei, ég held ekki. Hvar get ég hlusta á þína músík þar til að segjum að það taki langan tíma að fjármagna plötuna? Þetta er náttúrulega, þú getur farið út í næstu vínilbúð og fundið einhver eintök af tónlistinu minni þar. Þá þarf ég að kaupa mér líka plötuspilara. Það er bara mjög góð fjárfesting. Já. En þú er ekki áhyggjur af þessu? Nei, ég hef engar áhyggjur af þessu. Ég bara trúi því að ég sé að gera góða hluti og gott stöf bara finnur sér alltaf sinn farveg og mér finnst bara mjög áhugavert, þú veist, núna viðbröðin sem ég er að fá og fólk er að upplifa eitthvað skort og þú veist, hvað er, þú veist, ef þú ert ekki með eitthvað áþreifanlegt heldur bara einhverju skýi, skilur, þú veist, hvað, þú veist, er það til og já, mér finnst þetta snill, sko. Það minnir fólk á einmitt svona eiginlega forgengileika þessa skýjaborga sem við höfum byggt upp. Já, þú veist, algjörlega. Þú veist, það er líka bara gaman að pæla í, þú veist, fyrir 20 árum síðan, þú veist, þá voru bara stærstu verslunarplássin í bænum bara, þú veist, bara undir geisladiska, bara skífan til dæmis. Bara 5 starfsmenn á gólfinu bara mók út einhverju geisladiskum, bara físísk eintök og bara, þú veist, bara í 20.000 og allir pakkar bestu gjafirnar bara svona, já, kringum 2-3 skall, skilur. Þú veist, fékkst einhverja blötu hérna frá, þú veist, bara Sigga frænda og gast viniðinum Red Hot Chili Peppers blötuna og Þetta er veröld sem var. Þetta er bara veröld sem var, þess að segja. En hún kemur ekki aftur? Hún kemur kannski aftur. Þú veist, maður veit aldrei. Þú veist, það er bara svo óvægt. Já, en ég er eiginlega bara á því líka, þú veist, bara svona almennt, ég verið ræktinni í gær og þú veist, ég fer með snjallúrum mitt í ræktina og tengi bara headphone við það. Þannig ég er ekki með síma, skilur, og það að ég sé að taka það fram að ég sé ekki með síma í ræktinni er alltaf bara líka pínu galið. En að líta yfir salinn og sjá bara hversu margir eru í símanum, þú veist, það eru allir bara á staðinum samt ekki. Og einhverjum 3 brósar, skilur, 15 ára gamlir í einhverju róðutæki og alltaf bara taka vídeo af vini sínum og senda okkar Snapchat og allir með headphone, enginn að tala saman og ég bara hvað ruglir í gangi hérna? Og ég þrái svo mikið að það bara svona, að það verði eitthvað svona pínu skref tilbaka í þessari þróun, að við séum alltaf bara hérna, þú veist, bara með hausinn í einhverju skýi, sko, bara vera aðeins á staðinum og bara finna fyrir fólki og hlutum og sjá viðbrögð og Vera ekki að hlusta músík í ræktinni? Hlusta bara á það sem er í gangi, menn það er tónlist í gangi í ræktinni, það er, þú veist, vörgla að spila bara einhverja playlista og það er bara, þú veist, það er ekki bara Sennilega Spotify.
Sennilega Spotify. Sennilega Spotify, eða bara atmosfærlegt og borga þar af leiðandi. Þetta ógeðslega tæknilegt sko, hundleiðilegt fyrir hlustendur að hlusta á það. En ég bara að segja, þú veist, bara svona almennt, að og þetta svona pínu þema sem að ég bara að skoða núna, þú veist, og kanna, og mér finnst þetta áhuga að vera svona rannsókn af mér, bara að taka tónlistin mín úr skíinu og ég ætla líka að hætta á samfélagsmiðlum, bara til að sjá það bara, þú veist. Þú ætlar að hætta á Instagram? Já, auðvitað. Að sjálfsögðu? Að sjálfsögðu. Ég hef hlustað mikið á textana þína og mér fannst þetta mjög merkilegt að hlusta á ykkur Pálma Gunnarsson því að mér finnst þið eiginlega vera þeir eru menn sem eru augljóslega af ólíkum kynslóðum en það er svona svipað tónn í textunum. Þeir eru svolítið að tala bara um fólki sem er að ganga eftir blautu malbygginu og fást við hversdaginn og ást og sigrar og ósigrar og allt þetta. Er það ekki rétt lýsing? Er ekki svona einhver sameiginlegur þráður í því hvernig þið eru að spegla samfélagið? Jú, ég meina, þú veist, fyrir mig að fletti gegnum textasafnið hans, til dæmis bara Magga Eiríks, sem bara svona besti texta og lagahöfundur Íslandssögunnar. Þá er ég bara svona, já, ok, þú veist, við eigum alveg eitthvað sameiginlegt þarna og það er alveg gaman að, þú veist, og það er það sem ég er bara mjög gaman að gera, er að sjá bara einhvern veginn svona það besta bara í einfaldleikanum og hversdagsleikanum og að finna fyrir bara svona Íslandi í bara kannski 2-3 orðum bara í heilu lagi. Þannig að jú, bara takk fyrir að koma auga á það og takk fyrir að bera mig saman við þennan við þessi lög vegna þess að þetta eru mína fyrirmyndir. Þú bauðst upp á þetta með frábærum tónleikum. Nýja platan, Algrín hjartans, kveður við nýja tón þar eða er þetta af svipuðum toga spunnið? Mér finnst ég alltaf bara að vera svona að þróast og í útsetningum og hljóðfæraleika og öðru þá er ég alltaf svona kannski að reyna að gera eitthvað sem að, þú veist, alltaf eitthvað nýtt sem að örvar mín skynfæri en ég er bara ógeðslega spenntur fyrir þessari nýju plötu. Mér finnst ég vera að semja mjög góða texta og bara hreinsa vel frá hjartanu í því sem ég er að gera. Og ég er bara að vona að fólk, þú veist, hlustendur mínir, bara haldi áfram að hlusta þegar það er í boði. Þegar það er í boði, já. En bara ekki gleyma mér. Er þetta ekki að verða einhvers konar ofbeldissamband? Þetta er að vera einhvers konar ofbeldissamband, þetta er árið eitthvað helst skemmtilega. En ég get bara sagt að þessi plata verður mögulega besta plata Íslandssögunnar. Þá ætla ég að ljúka þessu á þeim borðum að segja ég vona að þessi músík verði aðgengileg á Spotify þrátt fyrir allt. Það er lífið sem mig langar í. Takk fyrir komin af Hannar. Takk fyrir mig. Þá er ekki vera á vettvangi spursmála þennan ágæta föstudaginn. Ég hvet ykkur til að fara glöð og hress inn í helgina. 3. sunnudagur í aðventu handan við hornið og svo jólaháttíðin. Við eigum einn þátt eftir fram að jólum og hvet ykkur til að fylgjast með. Þar verðum við með góða gesti að gera upp árið og líka að skyggnast fram á veginn. Þá minni ég líka á bókaklúbb Spursmála. Núna þennan mánuðin erum við að lesa Íslandsklukkuna eftir Halldór Kiljan Laxness. Þann 7. janúar næstkomandi ætla ég að setjast niður með góðum gestum og fara yfir efni bókarinnar og útskýra fyrir fólki eða ræða við fólk um það hvernig þessi bók á erindi við okkur í samtímanum. Jafnvel þótt að skólastjórnendur vítt og breitt um landið séu búin að glata tilfinningunni fyrir einmitt því. Verið sæl.